Þessi þáttur í boði Pop-Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma að næst þegar að horfa á góða mynd, kaupa Pop-Smell og Doritos. Já, ég smjatti ekki sko líka, ég held ég myndi bara stela svona ef þú var að koma með einhverjar analogíur sko. Og ég kem með einhverja ræðu. Og ég var bara, hérna kemur þetta, loksins. Nú get ég hakkað mér Pop-Smell. Já, nákvæmlega. Gaman að sjá þetta maður. Já, sömulegis, ég er bara ánægja að koma aftur. Við tókum síðast horror. Við erum ekki að tala um horror í dag. Nei. Við erum að hvíla það. Já, sorry. Nú ætlum við að tala Rocky-myndirnar. Ó, já. Og ég minnir þetta að vera hugmynd frá þér fyrir löngu síðan. Já. Að þú sagðir allinu, að þau komir eitthvað smá óvart. Ég held svona að þú verið meira horrorgæi, sem kannski ert, en þú talar já, ég elska líka Rocky. Og ég sagði, vá, það verið geggjað að gera Rocky þátt með þér. Já. Hvaðan kemur þessi Rocky áhugi? Það var bara, ég á einn af, ég reyna að byrja þessa setningu rétt, sko. Það bara svona, hvað ég að byrja? Já, kvæta bara í kringum þetta. Kvæta ekki neitt. Ég lendi bara einu svona í því að 2 af mínum uppáhaldsgagnrýnendum á netinu á tímanum tóku svona risastórt svona vlogg saman og þeir voru að tala Rocky-myndirnar í alveg 3 klukkutíma eða eitthvað og ég ákvað bara, ég er rosalega gaman að þessum gæjum og ég vissi að mér myndi örugglega finnast það miklu fyndara að ég væri búin að sjá myndirnar og á þeim tíma þá var ég bara búin að sjá, 4 og Balboa, fattaru? Já, 4 og 6. Já, 4 og 6. Þannig að ég ákvað bara einn daginn að glugga bara í þær allar og bara mynd eftir mynd, þá var ég bara svona, shit, ég var bara svo ástfangin á þessum heim og þessum karakterum og síðan hlustaði ég á þetta 3 tíma vlogg með þeim og bara emja og hlátur því þeir voru að segja svo finna hluti þessar myndir. En ekki kannski á neikvæðan átt bara, en þetta var svona, bara, vákað ég sé ekki eftir því að hafa hlustað á þetta bara blind, þá hefði þetta kannski ekki verið að fyndið. En þeir elskar það myndið samt? Já, þeir elskar Rocky, því það var eitthvað Rocky marathon í gangi í sjónvarpinu, þannig að þeir voru bara að horfa á myndirnar og svona tala þar eftir á því, þeir tóku bara svona all-nighter og þetta var fáránlega fyndið. En ég hef líka bara svo, það er bara svona hvað Rocky myndar standa fyrir, bara svona ekki gefast upp og bara kíkir á sögunans, Stallones og allt svona, ummyndi allt, þetta er bara inspirational. Já, af því hann alltaf skrifa þetta handrit, og þetta var víst á sín tíma, þeir vildi ekkert að hann myndi leikan, hann krafðist þess, þetta var hark. Já, það finnaði svona sagan hans Rocky svona pínu endurspeglast bara í Stallone sjálfum mamma. Já. Og það er það sem gerir performance hans svo sérstakt að því þú veist að þetta er 100% genuine. Það er ekkert feikan og hann var ekkert endilega besti leikari í heimi, en fyrir einhvern nýliða að vippa út svona heartfelt og genuine performance bara í fyrsta lead, bara major motion picture performance, þetta er bara lighting in a bottle, sko. Mér finnst líka einhvern veginn eins og ég sé aldrei annan fyrir mér geta leikið hann karakter. Nei, þetta er svona, líka bara hvernig karakterin Rocky er, þú þarft einhvern veginn svona mennskan púða einhvern veginn. Það er líka bara allt útlitið hans, Stallone, röddin hans, þetta passaði svo vel saman. Eins og ég segi, þetta er bara svona once in a lifetime thing, þetta er bara svona lighting in a bottle. Förum í gegnum bara alla myndirnar, tökum bara réttur röð, en ef við förum kannski bara í fyrstu myndina, frá 1976. Ó já. Hvernig finnst þessi mynd eldast? Alveg einstaklega vel. Af hverju eldast þú svona vel? Af því, bara út af karakterunum, þetta er karakterun og skilabóðin, þetta er bara eilíft, bara hvernig sagan er sögð og líka á tímanum þá var þetta, þú sérði ekkert boxmyndir þetta, þá boxmyndir voru bara ég er sterkur, ég kýli en hérna er þetta bara, hvernig er það að vera bara vesalingur að reyna að meika þessum boxari og þú ert að reyna að eiga svona social life og líka let's face it, karakterin Rocky í byrjun myndana, hann er aumingi, fattaru
og það er ástæðan okkur við höldum svona mikið með honum. En er hann aumingi eða er hann bara underdog? Þegar hann er svo mikið underdog, en myndur þú segja að vera aumingi? Bara svona rétt í byrjun, ekki aumingi, bara svona vesalingur. Já, hann er það, já. Svona pínu grein líka. Já, hann er svona pínu eins og svona lúbarinn hundur einhvern veginn. Ég fann til með hann strax. Maður langar svona að klappa honum á hausinn bara, þetta verður allt í lagi, kattinn. Já, og bara knúsa. Já, og það er, hún eldist bara svo vel að því, þú veist, þetta er bara svona allt tekið upp á staðnum og stundaði var bara gorilla-stæl, bara voru ekki með leyfi fyrir suma þessu. En svona gæði sem hendir appelsínu til hans, þetta var bara því þeir voru bara hlaupi gegnum hann og marka með myndavel. Já, það var ekki planað. Nei, það var bara einhver gæði að kasta appelsínu til Stallone meðan hann var að skokka bara, gjör svo vel. En myndin líka, að því ég horfði núna aftur á þær alltaf, og ég veit að þú gerir það líka. Ég horfi reglulega á Rocky, ég er náttúrulega ólsöldu upp fyrir þessar myndir. Það kom alltaf út fyrir mínu tíð. Mín Rocky-mynd, svona, þegar ég er allast upp kannski meiri nummer 5, að hún kemur út 90, ég fætti 83. En ég maður bara því ég sá þessar myndir, ég var bara, ég var blown away, og það er út af þessum karakter. Út af Rocky og líka þessum karakterum í kringum hann. Þetta er alltaf iconic shit, sko. Ég meina, Mickey, Adrian, Bolly, þetta er æðislega. Apollo fucking Creed. Apollo Creed. The hunk of meat sem hann er, sko. Já, æðislega karakter. Já. Og Carl Weathers er geggjaður sem Apollo Creed. Það að hann var ekki tilnæmdur er fucking sin. Já, mér hann fyrir bara Óskarinn. Já. Hann er breathtaking sem Apollo Creed. Já. Hann á líka upp á þess línunum mína í gegnum allt franchiseið og það er í fyrstu myndinni. Það var hérna Apollo Creed versus the Italian Stallion. Sounds like a damn monster movie. En það er upp á settinginu öllum myndunum. Jep, mér finnst þetta svo fucking brilliant lína. Og veistu hvað er upp á lína mín? Hver? If he dies, he dies. Mér finnst þetta svo fyndið. Þetta er svo hard. Þetta er fálína. Við komum betur á hann eða eftir, þau bögum í fjörðu. Þetta er svona harðasta leiðin til að segja, it is what it is, man. Já. If he dies, he dies. Ok, fyrsta myndin, eldist hrikalega vel, sammálaðir, það er líka bara einhvern veginn, hvernig hún er tekinu upp, eins og segi, gorilla-stæl, hún er svolítið svona, hún er hrá. Já, hún var líka fyrsta myndin til að nota hann langa tracking-shotið, hún gerir það vinsælt, þegar hann er að hlaupa upp stigana, því þetta er bara svona seamless. Já. Þetta var, held ég, það hafa verið tracking-shots áður, en ekki á þessum hraða, fattar þú? Þetta hafði ekkert verið gert áður og þetta var bara hugmynd frá einhverjum. Ég man ekki örgulega DP-unum eða eitthvað. Já, þú meinar. Og svona var Rocky svo svakalega stór mynd. Já, að því þetta er líka, þú veist, er einhver önnur leið til að filma einhvern að hlaupa upp stiga og gera það spennandi. Þú ert ekkert með myndaðalina efst eða neðst og við horfum hann bara að hlaupa in real time. Það er boring. Við þurfum að vera með honum, bara á milljón. Og þetta er alltaf endurtekið. Tónlistin, hvernig veist hún að velst? Já, ég meina, sko, þetta er ennþá nota í gyminu í dag, þannig að ég held að það segir sem svolítið sjálf. Þetta er geggjur tónlist. Já. Fucking Final Bell er örgulega mest iconic shit sem ég veit því að byrja bara svona ding, ding, og síðan kemur hann ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Mér finnst þetta er örgulega eitt af uppáhaldstrakkurum mjög meður. Þetta er svo gæðvegt. Að því crescendoið sem kemur alltaf í endanum öllum myndunum hann maður er bara svona what the fuck, af hverju er þetta svona gott? Þetta er ógeðslega gott. Ég fæ líka bara ennþá gæsóð. Já, þetta er bilun. Já. Þetta var líka hvað bestur utan að skora, eða ekki? Ég veit það ekki. Það hlýtur alveg að vera. Ég held að Rocky vann 3 Óskarsverðlaun. Ég held að Best Picture, Score og Editing. Ég held að... Já. Ekki handrit. Nei, Network var Best Original Screenplay. Já. Það var vist bara allir sem tóku þátt í Network voru brjálaðir að Rocky vann Best Picture. En því Network er náttúrulega revolutionary mynd á sínu tíma. Ég sá hann ekki. En er hún með hjartað? Er hún að topa Rocky? Já, er hún með þetta fighting, fer maður að grenja þegar Network, nei, maður er sjokkt þegar Network er búin, hún er rosaleg, sko. En bara, eins og ég segi, Rocky er bara mynd sem, hún bara breytti leiknum. Bara, fuck me. Er þetta besta íþróttumyndin? Er einhver önnur sem þetta sem finnst það betri? Sko, ég held að fyrsta Rocky myndin sé, sko, fyrir það sem hún er, það er hún örgulega besta íþróttumyndin, en ég er actually með, við förum út í það eftir, en mér finnst fyrsta Rocky ekki besta myndin í seríunni. Ok. Þannig að þess vegna ætla ég ekki að svara þessari spurningu, þess vegna ætla ég ekki að svara þess alveg strax. Ok, en það er alveg að besta íþróttumyndin er í þessari seríu? Já.
Ok, þú talar því. Já, ég meina, þú veist, það hægt að segja kannski Raging Bull, en Raging Bull hefði ekki orðið til ef ekki verið Rocky, og sumi framleiðendur og allt, sko. Einmitt, og hún kemur út, 4 ára setna? Já, 1980. Er ekki 80? Jú. Já. Persónulega ég meiri Rocky maður, heldur Raging Bull. Mér finnst Raging Bull frábær samt líka. Já. En þú, ertu meiri Rocky maður? Ég er náttúrulega meiri Rocky maður bara því að þetta er original, náttúrulega því Raging Bull er biopic og ég hef náttúrulega ekkert á móti biopics, þær eru mjög góðar, en þú veist, bara eins og ég segi, Rocky er bara allt annað fyrirbæri, fattar þú? Já, þú berðar ekki eins og saman í rauninni. Nei, að því Raging Bull er þingri, þetta er hardcore fucking melancholy drama bara einhver brjálæðing, fattar þú? Jake LaMotta sem til nýrulegur. Þannig að nei, ég hef aldrei skilið comparison að því þetta er eins og bara I don't know, þetta er eins og spila bara pútt og líka bara golf, fattar þú? Já, ég skilji. Þetta er eins og golf og minigolf, það var sem ég var að segja. Já, ég skilji. Þetta er bara svona, þetta er kannski, þetta er sama hlutin, en berði þetta ekki saman. Myndur þú segja Rocky, bara fyrsta myndina, þegar maður talaði hana, myndur þú segja það eru feel-good mynd? Já, mjög. Ég held að það sé ekki hægt að horfa á Rocky og ekki fara í gott skap, sko. Já. Bara með margar aðeins líka. Já, allar. Ég brosi allar. Já, því, það er bara, þú veist, I don't know, man, það er eitthvað magic aðna. Já. Og bara... En hvað er það? Þú veist, það er, eins og segið, það er eitthvað mikið sál, hjarta, einhverju töfrar. Er þetta bara karakterinn? Ég ætla að gefa Sylvester Stallone full credit fyrir það að því hann skrifar þessar myndir og þessar myndir eru fucking bara wildly vel skrifaðar. Það eru svo mikið af góðum línum og svona góð moments sem þú veist að eru skrifuð. Þetta er ekkert bara einhver ákvörðun, fattar við? Þetta er svona að því þú bara svona finnur fyrir svona, það er ekkert svona dialog sem virðist vera alltaf ítt, þú veist, þið finnst þetta, ég held að þetta sé bara þetta hversu náttúrulegt þetta all hljómar, þið finnst þú ekkert vera að horfa á bíómynd, þetta náttúrulega virka bara eins og fucking heimildarmyndir, þið finnst þú bara að vera að horfa á alvöru fólk og þetta er svo fucking sjálfgeft, sérstaklega þegar þetta er orðnar 8 myndir og maður er bara 6 Rocky myndir og 2 Creed, en það að manni finnst manni ennþá vera að horfa á alvöru fólk, það finnst mér bara þú veist, ég vil óska að ég gæti þetta. Já, ég er samanlega, þetta er eitthvað svo, þetta virkar á köflum bara ekki eins og þetta sé skrifað. Nei. Eins og það er bara samtölinn og hún er svo náttúruleg. En finnst þér ekki að vera mikill munur á bæði útleyslega og kannski svona feelingnum í fyrstu versus hinnar? Mér finnst 1 og 2 vera sami pakkin. Ok. Það er líka, ég verð ekki að kredit fyrir, gefa Stallone aftur kredit fyrir nummer 2 því hann leikstýrir hennu og það er bara svona það að hann þorði því. Ég ætla að skrifa og leikstýra framhaldsmynda mynd sem var að vinna Best Picture. Og bara 3 ára seinna? Já, en hún er líka bara jafn góð. Þú er geggjuð. Hún er sturluð, það er hérna uppáhalds Rocky-myndir hans, hérna Ryan Coogler, svo Creed-mynduna sinna. Númer 2? Já, hann sagði að pappans leta hann alltaf horfa á hana áður en hann fór í að spila körfubolta. Nei. Bara alltaf, þú horfur á Rocky 2 og svo fer að spila körfubolta, að því hann var í einhverju körfuboltalið þegar hann var ekki. Já. Þannig mér finnst það mjög cool. Sem bara svona inspiration í rauninni. Já, og svo fær hann seinna að gera Creed-myndin. Já, gera mitt fyrstu Creed. Já, fyrst segir. Ok, þannig að fyrsta myndin, frábær. Mér finnst líka bara stærsti partur af þessar mynd, okkur mér þykir rosalega vænt hana og eins og ég horfði hana aftur daginn og ég var svona áttum á, þú veist, af hverju elska ég þessa mynd? Rocky náttúrulega æðislegur karakter. En það er líka bara sambandi hans og Adrian. Já, þau eru svo fucking, ég hata hvað þau eru cute saman, maður er bara... Hver heldur ekki með þessu pari? Já, og líka chemistryið er, þú veist með Talia Shire sem er, þú veist, Óskars tilnæmd leikona og allt það, en það að Stallone er að halda svona vel í hana, þú veist, þetta chemistryið er fucking off the charts. Já. Og, again, þetta er bara því þessi karakter er svo vel skrifaður. En mér fannst ég finna pínu fyrir, við komum að sagði setna mér, þegar henni svo dýtti hliðar, í setni myndum. Já. Mér finnst þú að taka svo mikið úr myndunum. Já. Þú ert sammála? Já, ég bara veit nákvæmlega svona hvað þú ert að tala um. Já. Ég fann svo sterkt fyrir því, sérstaklega núna. Já, því að bara, vá, hvað þú vantar Adrian. Já, þetta er svona pínu whiplash. Svona... Já, að því að hún er svo stór partur af 1 og 2. Líka 3. Samt aðeins minna. Já. Þú veist, hún er svakalega mikil svona jafning í Rocky finnst mér í 1 og 2 og þetta snýst bara svo mikið að mér finnst ekki til aðalega belti sem hann vil. Nei. Það er hún. Já.
Þetta bara svo í lokin, það bara, hvað er eitrin? Já, hann vill ekki einu svona heyra niðurstöðuna. Nei, það gerir þetta svo gott. Það er geðveikt. Já, maður heyrir bara að Apollo Creed vinnur í valla í bakgrunum að því við erum heldur ekkert að fylgjast með því. Við viljum bara fara í fangið á eitrunum. Maður er bara, löftu maður, var þetta í salin? Já, og það sem er í þessar myndir, allar Rocky-myndinar, já, ég myndi segja allar myndinar, minnst spennandi partur af þessum myndum finnst mér bardaðinir. Já. Skilur, það er allt hittóti sem ég skeði. Já, þetta er náttúrulega þegar maður sá það fyrst sem krakki, þá vildi maður horfa á boxið, sko, en það er alltaf bara svona síðasta korterið eða eitthvað. En núna þegar maður er eldri, þá bara svona, ég er fucking slagurinn að fara að byrja. Já, ég vil fara ekki að drama á karakterina áður en að byrja að berjast. Já. En svo er áhört í fyrstu myndinni að hann færir hann ekki boð að koma í rauninni eða berjast mútið Creed, held ég bara fyrir klukkutími liðina. Já, það er bara að vera að kafa inn í þetta fólk. Já, það er geðveikt. Og ég held að sé svo margir búin að gleyma þessu. Já. Að það kom svo marga framhaldsmyndir, Rocky er svo mikið svona pop icon, eða pop cultural icon, og jú, hann er eitthvað svona, þetta er svona vitlausi gaurinn. En ég held sem margir búin að gleyma hvað fyrsta myndin, sérstaklega fyrsta, þetta var gegn dramamynd. Hún er sjúk, sko. Svo segi ég hérna, já, það er kannski að fara að horfa á hann áttur. Var ekkert búin að horfa þær á þér komika. Horfður ekki á þér? Já, jú, ég gerði það, en getur ímyndar hefði púlað það á þér. Já, ég þarf kannski bara að horfa á Rocky áttur. Það er langt sem við plönum að fá. Já, hvað er þetta að gera? Og ég líka, ég hef örgulega pyrrar af því ég var til 4 í nótt að klára síðustu myndina. Ég hafði bara ekki tíman. Þú bara ekki, átti ég að horfa áttur á þér? Já, fyrst í geggju. Hvernig fýlar hann Mickey sín karakter? Þjálfur hans? Og ég fucking elska hann mann, hann er svo hann er mennska útgáðan af fucking þrumuský, það er bara það er svo mikið power í honum. Já, líka þetta performance ætti að vera cringeworthy, en maður kaupir þetta er bara einhver brjála og maður alltaf gargandi bara, hvað nennir að tjúna þig aðeins niður. Já, hann er brjála. You're gonna eat lightning and you're gonna crap thunder. Maður er bara, hvað er að þessum manni? Og hann tala líka svona með svona sjóraník. Sjóraník, já, það er eins og sem er sláttu vel í kokkuna. Það er bara En okkur þykir bara svo lundum hann. Já, að því Vel skrifaður. Já, en það sem er svo skemmtilegt er að hann er gargandi á Rocky og Rocky er þetta bara hann er bara notar bara ég er svona korteri frá því að grýta ykkur í þig púkið. En eins og atriði líka þegar Mickey kemur til hans, hann er búin að fá boðum að berjast Creed. Þegar hann lappar niður stigan, Rocky segir, neða, þú ert ekki að þjóna mig. Já. Og Rocky segir að tala svona við hann í íbúðinni í gegnum hurð. Þetta er geggjað atriði. Þú veist, myndin er full af eitthvað svona dóti. Það er þessi svona litlu moment sem maður hugsa bara, fuck me. Af því maður býst ekki við þessu. Nei. Sérstaklega svona við endur áhorun bara, wow. Já, af því hún komur óvart. Já, þetta er ákveðin svona umf-faktor. Já. Af því maður hugsa bara, ég er bara að fara að sjá Stallone vera dunda sér og svo er hann að fara að slást við Carl Weathers. Já. En svo bara leið og slagurinn er að fara að byrja og bara, djöfullin, ég var búin að fara að njóta mér svo mikið. Já, mann finnst ekki þörfa á þessum fætt. Nei, maður finnst eins og maður getur skipað það. Já. Bara ég spóla bara yfir þetta, give me the good stuff. En svo líka þessi fætar líka, það er svona fyndi sérstaklega í fyrirmyndunum. Ég myndi ekki segja að þetta verið svakalega flottir boxbartar. Nei, það er ekki bara því þeir bara vissi ekkert hvernig átt að vera koreografað og sérstaklega svona með við hversu tight schedule var og eitthvað svona. En ég meina það gaf okkur það bara þeir voru að fókusa á alvöru stöffinu, miklu meira. Algjörlega. Þetta er ekki bardagamynd. Þetta er fucking drama. Það er alveg málið, þetta er ekki slagsmálamynd einhver. Þú veist eins og hverjum dettur í þú veist eins og þú segir einhverjum frá Rocky, þetta er myndum boxar og blablabla, svo poppar hann fyrstu myndin í og það er bara atriðið það sem þau tvö eru á einhverju date og fara að skauta svell. Það er bara svona, tjóð er þetta cute og síðan alveg, býtu, það er einhver boxbarda að fara að gerast. Já, það er alveg rétt sér, maður er eiginlega bara hálfbúin að gleyma. Já, maður bara, þetta sekkur úr manni, bara alveg, það rak mig í tattúið. Í borðið það. Nei, ég rak negluna mínar í það. Já, passa tattúið. Já, þetta er rosalega áhugaður mynd, af því að komi líka alveg óvart hvað er mikið búið af henni. Áðurinn er bara, herðu, vilt þú berast að Creed? Það myndir er hálnuð. Já, veist eins og ég segi, það gefur mann svona bara svona, það er það sem ég er að horfa á. Mér er bara gæðan ekki að fylgjast með honum, hann var eitthvað svona,
handrukkara típa fyrir eitthvað mafjósan, eitthvað krimma. Hann eitthvað svo, líka bara hvernig hann talar hann Rocky. Hann svo mikið, þetta svo mikið svona strýtgur. Og það líka, því seinna eftir, ég saknaði þess svolítið í seinni myndunum. Já. Þegar hann var orðinn the champion. Já, hotshot. Já, og hann ríkur og eitthvað. En síðan nummer 2, þá rematch við Calvados, við Apollo Creed. Já, það sem mér finnst brilljant við Rocky 2 er bara svona við flesta framhaldsmyndir upp að vissu marki að það byrja alltaf nákvæmlega sem fyrirmyndin endar. Já. Þannig að þú getur í alvörunni, þú getur hort á, að því mér finnst Rocky 1 og 2 virkar svo vel saman, þú getur bara gert þetta heima hjá þér, þú setur það bara í eitthvað editing software og bara svona seamlessly lætur myndum með 2 byrja. Að því mér finnst þetta myndir genuinely virka það vel saman að þú getur hort á hana sem bara eina langa mynd. Já. Bara Rocky 2 fucking brilljant. Hún geggjað. Mér finnst mjög vanmyndin að því ég elska það að Creed eiginlega aðalkarakterinn í henni. Lítur á það þannig? Ekki hann svona dude-protagonist að því þetta meira myndin hans. Hann samt ekkert mikið í henni þannig? Nei, en bara, ef þú horfur á öll atriðin sem hann í og svona fókusin á honum, þá bara svona fuck me hvað ég veit hvað hann að koma og bara svona maður fer eiginlega bara svona halda þess með honum, fattar þú? Já, þetta geðu ykkur karakter. Eins og ég segi, Calvados fær ekki nógu mikið kredit fyrir þetta. Ég veist eins og það bara ein lína sem mér finnst svo ógeðslega brilljant, það var þegar þeir að tala slægin og Creed segir I won but I didn't beat him og ég bara svona fucking hubrisið í þessu manni, fattar þú? Hann vann en hann sigraði hann ekki. Já. Af því hann náði ekki að negla niður. Hann vann með, þú veist, talningunni, stigagjöfunni. Já, það bara dómur úrskurður. Mér finnst þetta svo vel orðað. I won but I didn't beat him. Og þá kemur þjálfarinn hans. Duke. Já, Duke. Thank you, þetta. Ég var að fara að segja nafni á leikarnum. Tony Burton. Já. Duke, hann fer og gefa hann bara litla hræðu bara Apollo, þú bara besti bóksari sem ég veit og allt það, en ég sá þennan mann og þú keyrðir hennar mann niður, en hann hélt bara áfram og maður bara svona eins og ég segi, það eins og hann sé að lýsa einhverju skeppnu fyrir honum Creed, það bara the man kept coming after you það geði þetta aðri eins og ég segi, þú veist, maður skilur svo mikið hvaðan Creed að koma, það það sem verður Creed náttúrulega bara að falli í þess að myndi hjúpurinn hans, hann gat ekki bara sætt sig við bara jú, ég að verða pínu aldraða boxar og þessi gæi, hann yngri og hann var bara með meira drive í bandaðanum. En, þú veist, hann hefði bara getað látið Rocky vera þarna og Rocky hefði aldrei verið professional boxer eða eitthvað því hann ætlaði bara að setla niður með Adrian. Já. En þetta var bara Creed að falli. Já, algjörlega. Hann vann, hann hefði getað hægt. Já, eins og ég segi, þetta hubris. Þetta er bara svona gömul svona Greek mythology eða svona grískur harmleikur sem kemur fyrir Creed þarna. En það er svo mikið í takt við hans karakter, hann skrifar þannig. Já. Þannig að þú kaupir þetta alls sem áhörður. Já, og maður líka bara að hugsa, jú, buffoon, kannst ekki bara slakað á. Já, eins og hann segir, jú, hann segir líka bara við hann, þessi maður sem Rocky, þetta ekki maður sem við viljum hafa í okkar líf, við þurfum ekki á þessu að halda. Nei. Að því að innstinni, þá var hann bara skítrætt við að Creed myndi tapa fyrir hann. Og ég meina, bardaginn var líka fucking klíelska endur á Rocky 2. Það bara, því mann þegar ég var að sína Inga þurru vinnu mínum Rocky myndum, hann var legit bara, þú veist, þegar detta báður hann niður, Ingi þá var legit bara, þú veist, að því hann hafði ekki séðar og hann einmitt sagði þegar fyrsta myndi var búin, hann bara vákaði geggja að Rocky vann ekki að því þetta eru svona marga myndir, bara það þarf ekki að vinna. Og þegar við vorum að horfa myndum að döða, þeir voru báður að keppa detta hann að báður, að því Ingi hefur ekki séð þessa myndir og við hefum ennþá alveg bara, þú veist, við hefum 3, 4 og 5 og 6 eftir. Þannig að hann bara, vá, ég veit ekki hvort þeir eru að fara að vinna, sko. Það nú svo geggjum. Já, því Rocky myndar eitt af þessum fámyndir sem maður actually bara svona nánast talar við þær, sko. Eins og mamma mín, hún sagði mér að frændi hennar, mun eldri frændi, þegar hún fór á Rocky 4 í bíó, þegar hann var að kljást við rússnesku skepnuna, Ivan Drago, þá frændina var svo spenntur í bíóinu, hann stóð upp og byrjaði að airboxa og bara takk það niður og ég var bara hvaða bíómynd lætur maður gera þetta fyrir utan Rocky myndar ekki margar maður bara hérna bara dude það er því þú elskar eða maður elskar Rocky sem karakter þið þykir vænt hann ég vil meina það að Rocky ef við takjum alla kvikmyndapersonur bara frá upphæfi sem hafa verið sérstaklega búna til fyrir kvikmyndir því að eins og segir Rocky er orginal þetta er ekki teikmyndasaga eða bóka eða eitthvað
Ég vil meira það að Rocky kemst örgulega top 10 yfir bestu kvikmyndapersónu allir tíma. Ef ekki top 5, sko. Já. Ef ekki top 3. Bara... Ég að setja hann og Indiana Jones og þannig karaktera. Þetta bilaði karakter. Miklu betur Rambo. Já. Sammála? Já. Ég meina, ég fíl ekki Rambo myndin það mikið. Þú fílar ekki þær? Nei, ég elska fyrstu, að því fyrsta er genuine bíómynd, ekki bara einhver súpa af aksjóni. Ég er enda að elska 4 mest, það sem að drepa flesta. Þetta fer frá því að vera einn í skoðum. They do first blood. Ég er að skjóta bara allir tætlur. Þetta er sama með Die Hard, náttúrulega bara fer frá því að vera bara í byggingi að fucking bara hopp út úr þyrlu og ferða maður bara svona. Maður gefur þessu þetta. Já. En ég get verið svo skrítin, af því að það sem ég elska við Rocky og það sem ég elska við Rambo, þetta er svona andstæðan, skilur það, því ég elska Rambo seinni myndina, ekki 50 hún er hræðileg, 4 sem er skemmtileg. Allavega, Rocky, þetta er geðveikur karakter, þetta er besti karakter af Stallone ever. Jep. Bara... Við erum saman um það. Já, by fucking far. Já. Myndur þú segja að þín Rocky mynd, þú það ekki búin að segja hvaða myndi þín er fals? Við erum ekki alveg komnir. Nei. Er það besta Stallone myndin? Eða er það bara besta Rocky myndin? Honestly, ég myndi örugglega setja hana sem besta Stallone myndin fyrir mér. Betur Demolition Man, betur en Cliffhanger. Ég elska það svo mikið. Betur en Stop or My Mom Will Shoot. Já, hún er örugglega betur en hún. Fucking versta mynd í heimi. Já. En þú ert ekki múin að svara þessu? Er það besta Stallone myndi? Rocky myndi mín? Sko, ég er með svona ákveði rankingsystem sem ég ætla ekki að fara út í fyrir við erum komnið nógu langt. Ok. En það er, ég á uppáhalds Rocky mynd og svo ég líka Rocky myndi sem ég finnst best. Já, ok. Þannig, en já, ég myndi segja svona að myndin sem ég finnst besta Rocky myndin finnst mér líka besta Stallone myndin, bara hann. Ok, ég er spennt að heyra að ég er alveg með svona, ég held í hvað myndur stóra. Svo droppa ég til Rocky 4. Nei, svo fyrir aðeins út í svona rankaður og svona. Já. Ok, í Rocky 2 þá fann maður líka að sjá að því að hann varð svona frægur eftir Creed-bardagan og fara að sjá að hann er aðeins eða smá pening og því hann fekk svolítið borgað og að hann er svo mikið, hann er svo mikið grei og maður svona, já, maður myndir að gera þetta líka. Hann kaupir sér bílinn og svo seinni í myndin er hann að selja. Já, ég elska að þetta eru moments í myndunum að því hann hefði bara getað keypt bílun áttan. Já, ég meina, en mér finnst mikið skemmtilega þessu tölum á hann. Mér er skemmtilega að horfa á hann og Adrian vera að leita sér á húsi saman heldur hann að horfa á annan boxbarða. Já. Mér finnst það bara skemmtilega. Já, líka þú veist, ég elska bara það að hann fóð með hann í dýragar til að biðja sín, bara sína einhver tíur og bara svona bæða við, viltu geta þess með? Já, líka bara hvernig hann orða það. Það er ekki beint romantist. Nei. En það er bara svo mikið karakter hans. Já, það er bara svona quirky og skrítin en ekki obnoxious á. Þetta er bara svona, hann er bara svona pínu svona slow. Og svo er líka bara svo geðveitt, af því þegar maður les viðtölu Stallone og maður lesir aðeins til um hann, þetta er rosalega klár gæi. Hann er algjör andstæða við af því Rocky er svolítið svona einfaldur, svona götu gæi. Stallone er svona langt frá yfir þannig. Akkurat. Og ég er samt í Rocky 2, ég veit ekki hvort það sé meira fucking hype moment en þegar Adrian segir win og bara ég fikk gæsa á ég veit það, þetta er svo fucking powerful og kemur alltaf mikið what are we waiting for og það var tvö back-to-back montages. Já, ef maður tengir eitthvað Rocky það er líka montage, það er training montage iconic shit sko. What are we waiting for hann hrækir þessum orðum út þessu hann situr svo í mér og svo sagður á þetta sé eitthvað brjál gæin er snab og líka hvað það talar um þetta sé svo yktur er bara performance hjá honum. Þetta hefði ekki verið svo astalegt en maður er bara eitthvað mikið ég elska maður bara svona, hverju er ég ekki með þeim en eins og Póli, við erum ekki snert neitt mikið á honum. Hvernig fílar hann sem svona sem karakter? Hann minnir mér svo mikið á Ölver frænda menn það er ekki hægt sko. Það, því að Póli er alveg smá asni. Nei,
ekki þannig að það sé bara svona útlitslega að sé þegar voru með svona sömu hárlínur og allt, bara sérstaklega svona í seinni myndunum þá bara, ég sá alltaf bara svona Ölvi frænda minn og fyndið. En hvernig fílar hann, Póli? Póli, hann með seinni myndunum svona verður hann verður eiginlega svona bara betri með myndunum einhvern veginn. Sammála. Því þá, mér finnst eins og Stallone var einhvern veginn bara ennþá að finna karakterinn í fyrstu svona 2 og eitthvað, en hann verður svona mun betur og líka bara flott performance. Aftur, þetta svona maður ætti að hata hann eitthvað, maður ætti ekki að nenn að hafa hann á skjánum, en maður bara svona, já, ég veit hvað hann er að koma, kannski smá asni af og til, en hann samt svona, já, þetta alveg góðu gaur, þannig, og hann tryggur vinur hans gegnum myndirnar, þannig ég persónulega væri mjög sáttur með hann, mér finnst þetta skemmtilega karakter, hann leikur hann skemmtilega. Mér finnst bara svo magnað að þú nærða að gera handrit með svona mörgum karakterum og hver einasti fucking aðal karakter fucking iconic. Já, það ekkert auðvitað. En það líka bara gott match. Hvernig náða að matcha við karakterin á blaðinu og svo leikar hann. Já, ég reyna að hugsa okkur aðra mynd þar sem margir karakterar, svona aðal, sem þykir líka bara svona rosalega væntum. Mér þykir bara rosalega væntum til fólk. Þetta bara svona eins og að horfa einhver svona surrogate fjölskyldu. Maður líður bara vel að horfa á þetta fólk. Líka bara sérstaklega svona með seinni því þá maður svona búin að eyða svona góðum tíma með þeim og, I don't know, þetta magical shit, sko. Og líka bara ef þú taka allar sem þetta Rocky 1 og Creed 2 fáið pottmæl, ekki hika það. Ég er að lækka hljóðu. Já, það alltaf, ég geta bara lækka mæknin. Ef þú tekur Rocky og Creed 2, þetta er 1976 til 2018 og þú ert að sjá Rocky þegar hann er ungur og hann er frekar gamall í Creed 2. Þetta er svo geðveikt að fylgjast bara með þessum karakteri gegnum allar þessar myndir. Bara áratugi virða bara stöðsi af sögum og maður bara, þetta verður aldrei gert afturöldir. Nei, þetta er líka heldur þetta ekki bara frekar sjónvarpsþáttur? Eða sjónvarpssería? Jú. Er það ekki? Þetta er búið að breytast það eins. En mér er bara svo gaman að rifja upp svona gamla myndir, taka allar röð. Já, það er líka, mér finnst rosalega gaman að sitja eins á Rocky myndunum, horfa á þær allar í einu en á svona nokkar ára fresti. Þá bara svona hitta þér. Já, alls saman þær. Ég elska, ég get ekki tekið einu og eina, ég verð að taka seríun. Sko. Það er bara svo geðveikt. Ok, ef við fara aðeins í 3. Já, ég er sko tilbúin fyrir Rocky 3. Það er uppáhaldsmyndi. Það er uppáhaldsmyndi mín. Hún er svo fucking surrealísk en hún er svo skemmtileg. Ok, það er besta við Clubber Lang. Af hverju finnst þér hún svona skemmtileg? Af því mér finnst hún svo, þetta er svo pjúra 80s. Hún er svo fucking wild 80s en ég elska það að við Rocky 3, hún er ógeðslega skemmtileg af því það er svo mikið af skrýtnum sétti sem gerist í þessar myndi. Það er líka hellinga góðum karaktermomentum eins og þarna er yfirvildið á ströndinu og Creed að drulli og Rocky og þú veist, bara það að Rocky þarf núna að fara í gegnum sama ark og Apollo Creed þurfti að gera í fyrstu 2 myndum. Hann varð of góður með þess hann fór í gegnum hubris og líka Clubber Lang er eini gæinn sem hefur rotað Rocky í þessu myndum. Það er bara neldan í fucking jörna því hann var ekki tilbúin og var ekki einn betur. En það er líka bara svona myndin stoppa líka og verður með hardcore dramatic moments eins og þú veist þegar hann er með Mickey á rúmunu og maður er bara fuck me, sko. En ég hef bara svo rosalega gaman að þessar mynda því þú veist, þú færi karakterstöfið en slagsmálatriðina er allt í einu bara cranked up to 11, það er bara hvert einasta fucking hug er eins og sko loftsteinn að klessa á jörðina, það er bara það er rosalega. Þeir tóku það alveg næsta lag. Það er fyrst fór þetta að vera svona alveg, þetta er svolítið svona, ég sé þetta gerast í bóksparta, þannig er þetta, þú veist, Rocky er ekkert eitthvað að verja sig, besta fucking vörnin hans er andlitið á honum. Hann minnir mig alltaf á Homer Simpson. Maður skemmt því þegar hann var eitthvað að bóksa og hann vann bara því að hinn var bara svo þreyttur að berja hann. Jú, þeir voru svo þreyttir að lemja hann. En þú tala um eitthvað svona vilt atriði og eitthvað svona skrítin atriði og súr atriði. Ertu að tala um til dæmis eins og þegar hann berst við Hulk Hogan? Já! Líka fyrir mér, það eru glas sem drap Mickey. Við skulum aðeins fara yfir þetta atriði, structurally. Þú ert að fara yfir, Rocky er að fara að slást við eitthvað wrestler fyrir charity. Og það er líka góðum bröndur um hann líka, vel skrifað bröndur, hann lappar hann inn, geðveikt stór og Mickey kemur, why are they carrying him?
Það er svo miklu stærri. Já. Og síðan þegar gæinn announcerinn að lesa upp hvað Hulk Hogan er stór og þungur eitthvað, what do you think this guy eats? Þá kemur Mickey, about 202 pounds. Og þá heyrist í gæinn og lýsa, weighing in about 202 pounds, Rocky Balboa. Og maður bara svona, vá hvað þetta er fucking vel skrifaðu brandari. En síðan fer þetta bara út í, þú veist, Rocky kílum svona aðeins og síðan allir bara hann fucking jetinn á sviðinu. Honum grýtt endalust og slammaði í jörðina og Mickey byrja alltaf að ylta í hjartur þegar hann skammar sín svo mikið. Þetta er svo kjánulegt maður. Og líka þetta er ekki íþróttan hans Rocky. Nei, en það er líka bara fallegasta sem ég veit í þessu atriði þegar hann grýtir Rocky í fucking stúkun og þú heyrir Stallone segja, catch me! Ég tók ekki þessu eftir. Horfðu á þetta er það fyndasta sem ég veit catch me! En er þetta orðið eins og í þrifnir? Finnst þetta orðið bara eitthvað svona grín? Er þetta bara eitthvað spúfmynd? Ég held að þetta sé bara Stallone að skemmta sér sko. En það fór ekki til tjóða? Nei, ég embrace þetta. Þetta er bara fyndið. En síðan kemur að alveg slagnum að því, oh my god, hvað Clubber Lang er fucking skemmtilegu karakter. En ég meni, þetta er basically bara svona Tyson karakter. Já. En hann skemmtilegur í sammála. Já, líka, það finna þér að þú kontrastar hann í byrjun, við fáum hann iconic lagið, Eye of the Tiger í byrjun og við sjáum Rocky svona vera skemmtar sér og berjast í einhverju og meðan að sjá Clubber Lang, hann er að þjálfa sig eins og eitthvað beast. Já. Og þú sérð, já, hann er sem sagt Rocky, ef Rocky væri ekki heill í hausnum, fattar þú? Já. Og þá er þetta bara svona, þú sér það, hann er núna tæknilega sér því underdog, því hún er langar að skóra kappan og vera langbestur, en hann er bara með þetta fucking attitude og hann er svo ógeðslega leiðilegur. Og hann væri ekki byggður eins og fucking linebacker, þá myndi maður langar að slá hann undan undir. Já, og hann meður þess að dissa Creed. Já, don't you turn your back on me, Creed! Já, en ég meina eins og þegar hann allar að taka í höndina á hann. Já. Bara þú bara has-been, ég er ekkert að tala um því. Það er stæla af alla. Já, og maður er bara svona, en það er líka, maður verður, fuck mig, hvað Mr. T er frábær í þessari mynd. Hann er ekki. En það er stóð introducing, er þetta bara fyrsta sem hann gerir það? Já, þetta er fyrsta myndin sem hann leikur í. Var 18 byrjað á þessum tíma? Er það ekki eftir? Ég held að 18 byrjaði 85 eða 3. Já, eftir Rocky 3. Rocky 3 kemur út, hvað? 82. Já, þannig að þetta var fyrsta myndin sem hann líki í. Og mér er svo rosalega fyndið að Sylvester Stallone skrifaði iconic línuna Mr. T. Appear the fool. Já, hann segir þetta fyrst í Rocky 3. No, I don't hate Balboa, but appear the fool. Og hann er alltaf með bestu línuna í fucking myndinni. Clover, do you have any predictions about the match? Prediction? Pain. Finnst það betur setning en if he dies, he dies. Já, ég sagði besta línan í myndinni. Já, ok. En þú þurftir að velja, hvað er betri? Þessi, prediction pain, eða if he dies, he dies. Mér finnst prediction pain bara fyndnari, bara það er svo mikið earnestness í hvernig hann deliverar þetta. Já. Og líka bara horfum við beint á okkur, prediction pain. Og maður bara, fuck off. En er hann of yktur? Sko, ef þú kontrastar hann við Mr. T sjálfan, hann er alltaf bara engill, sko. Mr. T er bara æðislegur maður. Mamman strullaði yfir hann og lappaði út í bíósalum við að horfa á þetta performance. Það? Já, bara, ég kendi þér ekki að koma svona fram með konur. Já, því hann er algjörastni og eitthvað í myndinni. Já, og hann bara, pappa, mektin! Fannst þetta góður andstæðingur fyrir Rocky? Já, að því mér fannst, þetta er svona rétti andstæðingurinn fyrir þetta, því, þú veist, Rocky er bara orðin of góður með þessu að þarf einhvern svona til að í alvörunni kýla hann í framann og bara svona, bara settu þið smá standard. Já, að lækja hún rostan aðeins. Já. En að því í þriðmyndinni, þá er hann orðin mistari, og eins og segir, byrjinn að fá að sjá aðeins, hann er greinlega búin að verja titilinn alveg 10 sinum, sem þetta er fucking mikið. Já, kemur með jump punch aðeins með því. Sem að ég hef aldrei sér bóks að gera ekki svona en allavega, og hann er svolítið búin að verja beltin okkur svona og er hann ríkur bara þvílík stjarna, hann er konið einhver svaka frakka þegar hann sækir Póli, var ekki Póli ykkur fangils eða eitthvað Jú, fyrir að vera fullur og skemmti svona pinball machine. Já, einmitt, og hann kemur ykkur svona frakka, komið svona 80s Stallone hár. Já. Hvernig fílaður þessa útgáfa af kartin versus í þessum fyrstu tveimur? Mér finnst hann ennþá pínu virka með fyrstu tveimur, mér finnst hann pínu virka, mér finnst hann ekki, þú veist, eins og þetta er svolítið fyndið hvernig þú splittar þessum myndum, að því, þú veist, 3 og 4 er bara sína eigin fucking
bara sitt eigin fucking franchise, þetta er svo grillað, en bara the 80s, þetta er bara svo 80s myndir líka bara, þú sér bara svona production design og allt, þetta er svo fucking tube topur og þess að Apollo Creed sem, ég get ekki síðan ég sá þess að grenja, mér finnst þetta svo myndið. Ég ætla að tala um þessu magaból sem er svo Rocky er líka í svona ég manni hvort það sé í 3. eða 5. Hann fer einhvern magaból. Já. Þetta er hræðilegt. Þetta eldast ekki vel í þessu mynd. Nei. Þú bara svona, þú sér bara tímabilið þarna. Og líka bara hárið eins og það sagðir, þetta bara the waftness of it. Þetta er svo En fannst þú alveg ennþá verið að horfa á Rocky-karakter? Á köflum. En ekki allan tíman? Ekki glímukefninni. Nei, ég ætla að tala um hans performance. Stallone að leika Rocky í 3. myndinni. Að því fyrir mig, að því ég var að horfa aftur svona í röð. Já. Þetta verður smá svona jarring. Wow, býtu, ok, ég veit hann var successful, en mér finnst smá bara þess að horfa á bara annan karakter. Mér finnst performance hans í 3. ekki frekar gott, sko. Ok. Að því það eru sem atriði það sem þarf að vera að íta á svona dramatic partinu, styrfrildi á ströndun og þegar hann er að kveðja Mickey og þegar hann er að hafa áhugjur og þegar hann snappar út í sjálfan sig fyrir að hafa leift þess að gerast og þetta er svona, þannig er þetta. Já, það er á köflum, sko. Ef eins og þegar hann sækir Póli, já. Hvernig hann er og svona, þá fannst mér að horfa á Stallone en ekki Rocky. Já, ég er sammálað það, sko. Já, þú skilur hvað ég er að fara. Já, líka bara að finna hvað hann lítur, þú veist þegar hann mætir hann í jakkafötunum í byrjun, þetta er bara, hann lítur bara út eins og Billy Joel. Mér finnst ekki að vera sami gæja og var í leðjakkanum með hattinn og guttunni og bara í gráu hettupeysun og svona. Já. Nei, en það er bara ekki það sem við kallum karakter development. Jú, hann er náttúrulega ekkert á sama stað þarna eins og hann er í fyrstu 2 og hann er líka búin að gangi gegnum ýmislegt sem við fáum henni ekkert að sjá eins og hann er búin að taka 10 bardaga. Maður getur eftir ímynd sem hann er búin að læra á þeim tíma. Já, bara orðin meiri pró. Já, en í 3. myndinni þá kemur Apollo Creed aftur til þess að hjálpa honum þjálfa hann. Fucking superb decision. Ég dýrka það saman. En líka, þeir eru svo flott kombo, sko, my god, hvað er þetta að horfa á Paul í 3. myndinni, hann er fucking racist. Já. How can they train listening to this jungle junk, maður fann. Já, hann segir hann ekki líka, hann segir við, hann er alltaf rasisti, hann segir við, you can't train him like a colored fighter. Já. Af því hann segir hann ekki með hennar rytma í sér eða eitthvað. Já. Hann er blatant racist í sér. Já, í þessari, það er svolítið skrítið. En er það samt ekki alveg í pínu takt við hennar gæja? Jú. Og ég held líka, því hann er svona Italien. Já. Ég held sérstaklega í þessum gömlu myndum. Já. Þeir eru oft rasistar. Já, þetta er bara svona, I don't know, mér finnst þetta bara svo standa út bara, my god, af því ég blokkaði þetta alltaf svona einn retrospektur sem kemur þessu línu og ég bara, ok. Já, ég meina, þetta er líka bara, en hann er hann samt, var þetta ekki aðalega bara í 3? Þetta er bara í þessari, þess vegna finnst mér þetta skrýðu. Já, bara svona, doing. Já. Hann var samt að reyna góða línu í 3. myndina, það var hérna, can he swim with a name like Rock? Finnst þetta að finnast myndi? Já, ég poppin, þetta er, ef ég tek Rocky myndina þá horf ég alltaf á marathonið, en ég skelli Rocky 3 reglulegi, sko. Já, bara svona standalone mynd. Já, mér er bara gaman að horfa á hana, mér er rosalega gaman að sína vinum, ég og vinum minn Andri tengdur rosalega þessari mynd og við, hún er bara ógeðslega skemmtileg, hún er bara fyndin, ógeðslega quotable og bara, hún er bara vangið mikið skemmtun. Já, hún er það. Ég persónulega samt, ég kýs frekar 1 og 2. Já, það er svona að segja, hún er uppáhalds bara, þess að því það er svo frábröð frá að finnast eitthvað að vera best. En bara, þín uppáhalds. Já, þetta er mín uppáhaldsrokkmynd að því ég hef bara mest gaman að henni. En því hinnar eru náttúrulega bara drama. Já, það er meiri drama. Betri myndunar eru með drama en með svona smá húmor í sér. En þessi er bara full-blown, bara, let's have some fucking fun. Og líka, hvað varst það bara að segja? Nei, ég ætlaði bara að segja með eins og 3. Af því að hún er líka bara svo, þetta er svo pjúra 80s mynd. Já, ég var að fara að nefna það sjálfur að því það er svona þing og ég vona að ég verði ekki cancelled fyrir að segja þetta. En hefur heyrt kenningun the roaring 80s, bara svona the gay 80s.
Því myndir á þessum tíma voru pínu samkynniðar á svona góða áttum, þær voru að íta þess inn í menninguna að því það? Já, mennur eins og til dæmis þegar þeir eru á ströndin að hlaupa saman eitthvað. Nightmare on Elm Street 2 til dæmis. En gæði sem skrifa hana, ég held að það verið gauð sem skrifa hana. Hann sagði að hann aldrei ætlað sér að gera það. Nei, kannski það bara hvernig myndin bara leikstjórnin og performances og allt það. En, þú veist, eins og Top Gun, þú veist, strandatriðið. Þú veist, allir eru bernir ofan að flexa sig, þetta eru olíubornustu menn sem þú hefur einhvern tímann séð og lagið sem er að spila undir heitir Playing with the Boys. Það er einnig rétt. Svo það var önnur mynd sem ég mest alone. Ég held að það hafi verið, heitum ekki Lock-up, fangelsmynd sem líki í. Það var eitthvað svona aðtil líka sem ég varst vera svona samkynnið, svona geilegt aðtil. Og ég held að hún sé 80s líka. Já, eins og ég segi, þetta er ekki neikvæða hlutur. Mér finnst þetta fascinating. Þetta er áhugavert. Af því, einn af mínum upp á skaggröndum sem var að tala um Rocky-seriurnar, hann var að tala um þetta og ég hef ekkert pælt í þessu þá, en þú veist, þeir eru þarna olíubornumennir að spretta á ströndinni og við fáum svona skot af lærónum þeirra meðan þeir eru að hlaupa. Já, þetta voru ekki svona þetta var high close-up, bara átti eiginlega von á slöngunni í rammaður, sko. En síðan hoppaður út í sjóin og svona embracea hvort annan í þröngu bólunum sem og Spoonie, hann segir hann legit átti vona því að fucking Rocky myndi grípa nakkan á Apollo Creed og I love you Apollo og síðan í endanum remember Stallion, you owe me a favor og síðan kemur hann að endan well Stallion, you won, now bend over I already did a porno Já, þú meina í lókin En af hverju er þetta? Af hverju verður að bæta við einhver svona eins og við erum að tala um, það er ekkert aðeins þetta er bara áhuga. Mér finnst þetta geggjað, mér finnst þetta svo fucking nett. Eins og því ég horfði núna aftur á þriði, þá væri bara eitthvað svona, að þetta satt alltaf í mér. Já. Þetta er alveg svolítið svona eins og þessi par að leipa saman á ströndin. Líka bara þegar þeir eru að æfa alltaf, þess, allir hann eru berur á ofan eða í bara þrengstu fucking æfingafötum sem þú sérð. Já, magabúð. Já, og þú veist, þegar þeir eru að tala þá er það svona hérna uppi hvernig annan. Þetta er svo heitlandi, Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Bara man alive hvað ég veit óska ég hef verið sko samkynnuð maður í the 80s að því vák ég hef verið að fá fyrir minn pening maður. Já, ég er Rocky 3. Já. Það er það no eye candy, það er nóg því í þessari mynd. Já. Já, það er Creed hjálparunum. Það er geggja kemistri milli Stallone og Carl Weathers. Sjúkir saman sko. Það er svo gaman að horfa á það. Ég heldur þetta, þeir ekki eitthvað svona óvinnir í dag? Þeir eru ekki vinir held ég. Fyrst að lesa það eitthvað, að Weathers sé eitthvað perrar út í hann. Gæti það ekki bara verið fyrir að hafa drepið hann? Það gæti verið. Það þú sér núna hvernig þessar myndir urðu og þetta er svona, svo fer hann bara út eins og einhver sökkur sko. Já. En, I don't know, ég hef ekki heyrt um þetta. Nei. En er þetta ekki bara kannski voru þeir bara það góði leikara saman að þeir voru bara með svona gott chemistry en kannski voru þeir bara ekkert vinir til að byrja með. Eða þá þeir hafa bara verið félagar, svo bara eitthvað, ég menna fólk vex í sundur. Það er nú alveg, það getur vel verið og það getur vel verið að hann ára eins og segir, hann kannski bara pirraður, hei, ég hef verið í fleiri myndum. Já, líka, þeir eru bara orðnir gamlir. Það eru. Já, en að því að Stallone er ennþá að leika í þessum myndum, þó hann sé gamall. Já. Ég held að Weathers sé ekkert eitthvað mikið heldur en hann. Ég meina, hann var í Mandalorian, bara daginn. Já, flottur í því. Hann hefði alveg getað verið í þessum Creed-myndum. En ok, ef að fara þessi 4. Eða viltu taka meira með 3? Nei, ég held að ég sé búin að segja allt mitt um númer 3, en ég sé ekki hæli mæli með að horfa á Rocky 3, sko. Þetta er bara mesta skemmtur sem þá í mörg ár, sko. Hún er svo fucking brilliant. Hún er mjög skemmtileg. En ertu svona ekki trættur sem að fólk hafa aldrei séð Rocky? Þá horfðu sem 3 og er bara, þetta er bara astanvelt. Verður maður ekki sem fyrst 1 og 2, verða ástfangin af kartinum, fara síðan í 3, í rugli í 3? Ég held að færi bara eftir manneskjuna því Andri vinnu minn sem ég sýndi Rocky 3, hann hafði ekki séð Rocky myndunar og ég var að hlusta á strákana félaga mína tala um Rocky myndunar og ég var drepast úr hlátur í það sem voru að segja um Rocky 3 og ég leiði Andra bara að hlusta svona með mér og hann sagði, ég hef aldrei séð Rocky 3 og ég bara, gaur og við fórum bara eftir vinnu og horfðum á Rocky 3 og síðan bara einn daginn og það lét hann vilja horfa á restina af myndunum. Já, ok, þannig að hún er fast ekki aðstæðanlegt að hann bara eitthvað glada. Nei, ég sagði hann líka bara fyrirfram, þessi er svona mesta entertainment valinu en hinnar eru svona kannski svona drama, en ég sagði, þú veist,
og hann bara, þú veist, þær ekkert allar svona þá ég kom, nei, fyrstu tvær eru drama þessi er bara 80s thing en ég menna, hann horfði á restina af myndunum. Já, ok, það er nú gott. En Eye of the Tiger, ég var alltaf að munna núna, Eye of the Tiger, það var fyrst í þriði. Já. Er það ekki bara eina myndi sem spilar það? Ég man ekki svona eftir að hafa heyrt það í hinu myndum. Jú, þetta var fyrir þessa mynd og en það finna þér sko, þetta er Brad Jones, einn af mér með skakgrundum, hann sagði hann mun aldrei gleyma hversu fucking iconic Eye of the Tiger var á þessum tíma, að því hann sagði það var meira þess að þetta var svo fucking vinsælt út af þessari mynd að hann var einhvern tímann í útvarpinu þegar hann var í bílnum með pappa sínum sem kemur blötusnúðurinn í útvarpinu og hann kemur I was Eye of the Tiger by Survivor and it was just so damn good we're gonna play it again. Nei! Yep. Þetta er geggjað. Þetta er styrla lag sko. Það var akkurat ég fekk bara double feature, ég fekk Eye of the Tiger og Burning Heart back to back meðan ég var í tattooinu sko. Nei. Jú. Það var bara eins og heimurinn vissi. Að þú var að taka upp Rocky podcast. Já, ég meina, persónulega ég er meira Burning Heart gæði sko. Eye of the Tiger er svona styrla lag sko, mér finnst svona, ég fæ meira svona úr Burning Heart. En eins og Eye of the Tiger, það hefur svo mikið tengt úr Rocky. Þá mér myndi alltaf að þetta hefði verið í fleiri mynd. Já. Mér dettur allavega enga off the top of my head, sko. Nei, ég bara tala í Rocky-seríunni, Emmi. Já, þú meina. Skilurðu, ég er að tala það. Já, nei, þetta er bara í þriði. Ég held að þetta sé bara í þriði. Þetta er ekkert spilað í hinum myndum. Nei, ég fengi annað survival-lag í fjórðu, Burning Heart. Já, í fjórðu. Það var bara rétt svo spilað, það er í bakgrunum með hann að stígu flugvélinu og ég bara, wow, waste of a good song, man. En það var alltaf Rocky 4, hún er 20% fucking montages, þannig að... Ok, förum aðeins í fjórðu. Já. Það sem að berst við Ivan Drago. Já. Og Ívar Dreki. Það er meitt Creed. Já. Drepin. Jep. Hvernig finnst þið fjör? Hún er spes. Það er robot í henni. Ég finnst það, ég var bara að gleyma því. Ég hætti að hafa því í þriðju. En robot er ágætlega stórt hlutverk í fjör. Ég trúi ekki að þessi orð koma út munnuna maður þegar við erum að tala Rocky-vinnar. Það er svona robot, sæti ekki hjörðu bara. Hann fekk meira screentime en með mynd. Já. Bara hann kærast hann hans Paulis, bara hvaða fá ekki skrýpalegur er þetta maður. Ok, hvernig finnst þið myndin? Ég hef gaman öllum þessum myndum. Ég líka, en þetta er sísta, eða ekki? Ekki sísta? Jú, svona... Því að flestir hata 5? Já. Jú, ég held að því ef fólki varst Rocky 3 skrítin, váka þau ekki tilbúið fyrir myndum og 4 maður. Finnst þú skrítnari? Living in America sequence maður, ég held ég væri komin á síru, sko. Þetta er svo... En finnst þér myndir segja að það var góð mynd? Er þetta góð Rocky mynd? Það er að fara að koma director's cut, actually. Já, ég ætla að spyrja hans út í það. Veistu eitthvað um það? Veistu eitthvað... Ætla hans ekki bara búin að skera robotin út eða eitthvað? Því hún líka bara 90 minn, hún er svo stuð. Svo allt í hennu kemur director's cutið, Apollo Creed lifir af og þá byrjar hann að gera svona de-aging shit og þetta það inn í resta myndum. Nei, hann er lifandi. Það verður hræðilegt. Það væri George Lucas worthy shit, sko. Já, en mér finnst áhugavert að sjá þess að director's cut fyrir fjórðu. Að því persóna finnst mér hún síst. Já. Að þeim öllum. Já, mér finnst samt engar að þeim eitthvað, jú, þessi er síst að þeim, en mér finnst þar allar hafa eitthvað að bjóða. Ekki miskilja mig, ég hata hann ekki. Nei. En mér finnst það skemmtileg. Og ég tek hana alltaf því ég tek Rocky í marathoni. En fyrir mig, mér finnst það bara, mér finnst það snúast aðeins svo mikið bara, mér finnst það einhvern veginn sé bara, eins og þú segir, montas, bara training-montas, og barndar, og svo bara myndi búin. Já, bara svona style over substance. Já. Þetta er bara... Þetta er svo lítil mynd eitthvað niður. Já, maður man ekki eftir karakterstöfunu. Nei. Og það er það sem þetta á að vera Maður er bara svona, þú veist, hvað get ég rifjað upp núna bara á það tópa með þegar hann og Apollo er að tala hvað það er að vera, þú veist, þreyttur og aldraður svona boksarið í stofan hans. Já. Það er það eins og ég man. Já. Bara allt restin er bara einhver training montages og music videos og Living in America, bara... Já, ég meina, eina sem ég man oftast eftir úr þessari mynd, náttúrulega Drago, Dolph Lundgren og bara þetta image af þeim, hann er miklu stærri en Rocky og allt það. En þetta er líka bara kaldastriðis áróðurs mynd, skilru. 100% þannig. Sylvester Stallone, maðurinn sem endaði kaldastrið.
hann vondi rússinn og góði bandaríkjamenn, þetta svo, hún líka frá 85 þessi mynd, ekki 85? Ég vil 85. Jú, 85. Já. En þetta svo blatant í þessari mynd. Þú veist, þetta að kýla mann í andlitið, sko. Það bara big time. Hvernig finnst þið Lundgren vera sem Drago? Já, ég meina, hann segir, þú veist, 3 línur eða eitthvað. Það eru allar geggja. Já. If he dies, I must break you. Já. Það líka geggjulega. Must break you. Hann svo sem þarf ekki að leika mikið. En mér finnst hann flottur. Útlitslega og svona. Fyrir þessa mynd. Já, ég meina, ég myndi ekki vilja hitta hann í dimmu hotnið, sko, það bara. En þetta ekki, myndið þú segja að þetta væri hættulust anstækunars? Já, það svona lasting áhrifin sem hann hafði. Já. Hann segir þess að sjálfur, hann tók bara eitthvað úr honum, hann braut eitthvað í honum. Já. Já, að því líka Ævan maðurinn sem drap einhvern, sko. Já. Hann drap Creed. Nei, en ég ætla að segja að Apollo Creed hættulegri. Nei, ég var að djóka. Já, ok, það var að djóka. Ég veist að segja að Apollo Creed hættulegri þegar Drago drap hann. Já. En mögulega kannski ef hann hefði barast við hann þegar hann var svona í sínu prime. Já, nákvæmlega. Af því að hann virtist, ég held að Creed sé besti boxar. Já, af öllum. Sko. Já, Rocky segir það mér að sé Creed. Já, þetta ekki tala þegar það kemur ljós hver vann. Nei, hann segir how was he? Well, Apollo is a perfect fighter, ain't no one better. Já. Og bara svona, já. Og líka þá spurt að þeir börðust saman bak við bara luktardir þarna. Já. Við fórum ekki sjá hvað hann endar. Og hann spyr hann, strákunars Creed, Adonis spyr hann í Creed fyrstu, bara hver vann? Já. Og hann segir, mér finnst það svo geðvegt að Creed hafa unnið fætum. Já, en ég nefnilega með kenning það. Þetta hann hafa ljúga? Mér finnst þetta ambiguous. Ég held að geta túlkað að báða vegar að því performance hans Stallone, svo við fyrir betur út í þetta þegar við tölum Creed. En maður langar bara svona að koma svo út með þetta þarna. Þetta ógeðslega subtle performance hjá honum Stallone hana. Að því Rocky blatant gæja, hann segir það sem hann að hugsa, sko. En hann svarar honum ekki strax. Bara, who won? Og hann bara svona, he did. Hann svona horfir á hann og svona, he did. Og maður svona, finnst þér svona að sagt það sem að hann hélt að hann vildi heyra? Þetta svona, Rocky að segja sannleikan eða hann að leyfa stráka að heyra það sem hann vill heyra pappa sinn? Mér finnst þetta ennþá að vera ambiguous. Já, þú vilt meina það. Ég keypti það, því mér finnst það ekki vera lígar. Nei, málið ég trúi Rocky, en það var þetta hik, þarna sem ég bara svona, þetta var, það ástæða af hverju þetta directed svona, það eru. En getur ekki verið ástæða fyrir að það kom hik á hann, þegar hann spurði út í þetta, að þetta var búið að linda mjög svo lengi. Hann bara svona, á ég að segja, af hverju, hann er að ástæða fyrir að hann ætti að ljúga, hann vil leyfa honum að heyra það sem hann vil kannski mögulega heyra. Ég samt keypti þetta alveg. Já, eins og ég segi, ég kaupi þetta en mér finnst þetta interesting approach, þegar hann hefði bara getað svarað strax eða, en það var líka bara svona melankólian í hvernig hann sagði, það var svona pínu deburð í deliveryinu. Já, algjörlega, mér finnst bara ástæður í kaupi þetta því að Creed finnst mér klálega miklu betri boxari. Já, og hann líka nýbúin að segja áður perfect fighter. Já. Og þá kemur hann með bara eina flottustu línunni í allri seríunum bara þegar Adonis spyr hann so how'd you beat him? Well, time beat him. Time's undefeated. Takes everybody out. Já, en ég held það líka ef að Creed hefði hitt Drago í fyrstu Rocky myndinni, ég held að Creed hefði unnið. Já, klálega. Þú veist, ég held að hann hefði miklu betur boxari. Ok, nummer 4, hann fer til Rússlands, treinar þar. Já, í Alpunum bara. Þú sér það. Hvað meina, þetta ekki verið tekið fyrir Rússlandi? Þú talaðu það? Nei, ég er bara að tala þess, þú sér það sem Stallone að reyna að segja. Þetta er machine versus nature. Rocky út í fjöllunum og snjónum að þjálfa sig eitthvað animal og rússinni með tæknina. Þú veist, allt elektronik og maður bara svona, ok, flott. En var þetta ekki pínu cool að hann var bara ekstra í snjónum? Jú, mér finnst það ekki, sko, líka hann komið svo flott skegg. Ég held að skanniði aldrei þessu skeggi. En svo sem við líka býnum fyndið því að allt treiningdóta þess Rocky í hérna þessum cabin hann boxar ekki neitt. Að hann segir, Bóli spyr hann alltaf geta að sparra. Nei, ég held þessi búin að ég er komið nóg á því. Hann náttúrulega að geima fyrir dýrið sem inn í honum.
Já, en ég held að sé engin fighter eða boxari sem bara boxar ekki neitt í treiningkampinu sínu. Af því hann er bara að draga það okkur sleða, lifta einhverju dóti. Já, ég menn eins og ég sagði á hann er með bestu vörnina, fucking andlitið á sér. Já, sem var lamið í klessu. Þetta er bara svona, getur einhver sett fucking blokktakk á hann? Það er bara... En þegar þú talaði fólk Rocky myndinar, eða svona, bara eitthvað leið, færð þú á tilfinningu stundum að fólk fíli Rocky 4 betur en áttur vona? Af því mér finnst það ofta eitthvað svona, já, geggja í 4 en það er besti. Já, ég hef alveg lent í því, sko, það er svona, fólki þykir alveg svona væntum þessa mynd. Já, en hún er ekkert merkileg. Ég held að þetta sé bara því hún er bara svona flashy og ég held að þetta sé meira svona fyrir fólki sem vill svona fá það sem það heldur að Rocky sé. Já. Svona utankomandi, ef fyrsta Rocky myndin er Rocky 4, þá heldur að alla myndinar eru svona. Já. Ég held líka, ef að fólk myndi segja það í dag, bara já, Rocky 4 er best. Já. Þá held ég að sú manneskja hafi ekki séð þær í langan tíma. Já. Og ég bara skora á fólk, ef það er einhver sem har hlusta á hann þátt núna, eða horfa á hann, og er bara hvað er að tala um strákar, Rocky 4 er best. Horfðu á alla myndinar og tölum sér saman. Já. Við býðum hér á meðan. Skulum bara býða hér á meðan. Ég meina, ég er alltaf í sama ból og lítur út eins og þetta sé búið að vera heimsins lengsta session. Þetta er Yu-Gi-Oh! Bólun. Þú getur örgulega supercut að þættin okkar einhvern veginn eins og ég sé bara búin að vera hérna allan tíman. Bara ekki mánu. Ég bý í veggjónum. Ok, nummer 4. Já. Er eitthvað annars þetta eftir hug í sambandi við hana? Nei, að því, sko, alveg eins og núna, við höfum minnst hana að segja, að því Rocky 4 er líka Rocky myndin sem hefur minnst að segja. Já, ég er sammála. Þannig að... Hún er svo stutt, ég lýst bara 91 mín. Já, hún er bara hvef bambum, sko. Þetta er bara fætanir, treinindótið og svo myndir bara búið. Það er líka svo... bara það að Apollo Creed fer út eins og einhver sökkur, sko, það er bara... Finnst þið það ræðilegt? Fannst þið glata að hann skildi að hafa dáið í þessari mynd? Sko, mér finnst ekkert að því, en ég meina, ég skil ekki alveg hvaðan pælingi kemur, þetta er bara Rússland slæmt bú, en að taka út bara eitt besta karakterinn hann það. Já, ég skil þig. Og líka, I don't know, þetta er svo leiðið svona að þú skoðar svona legacyð á Apollo Creed, bara besti fucking boxer heim og síðan allt í nú var hann bara drepinn. Í ringnum. Fucking slátraður. Kom ekki einu svona einn góðu höggi, sko. Nei. Það er það sem ég að tala um. Ef hann hefði gone down í góðum bardaga við Drago, þá kannski hefði þetta verið skemmtilega. Já, þú meina hann bara lamin í drass og bara dóa. Já, hann er bara, hann mannunum verið hendi blandar og eitt á start, sko, það er bara... Já, reyndar. En mér fannst það einhvern veginn alltaf, ég veit það ekki, svona kannski einhvern veginn rökrétt þróun hans karakter. Mér fannst einhvern veginn kannski eitthvað óeðlilegt að Creed hafi dáið í hringnum. Nei. Skilur hvað við? Bara einhvern veginn, ég er bestur, þessi hróki og... Já, veist eins og segi, ég skil það, ég vildi bara óska hann hefði kannski haft smá slag í sér enda. Já, þú hefur viljað fá betra atriði. Já. Ég vilja sjá þú veist, að því það er hintar, það er þegar hann bannar Rocky að kasta inn hangklæðinu, en þú veist, gefðu Rocky þá ástæðu til að ekki henda hangklæðinu, ekki bara leyfa þessum manna að tuska þig til. Já, nákvæmlega, þetta var ekkert jafnt. Þetta var jarðað fyrr, sko. Mér fannst líka eitt sem ég var að muna þarna, mér fannst ógeðslega fyndið og það er svo, ég fór bara að hlæja. Þeir eru sína tölunar, höggþyngdin, eitthvað svona venjulegur hefðið gæi, það er með 800 eitthvað, svo sé maður eitthvað, Ivan Drago has 1850, svo setni myndin að treyna, þá hækka alltaf talan. Hann var bara eins og einhver One Punch Man, hefur séð það? Já, það eru geggjaður. En líka það að Rocky er kildur svo fucking oft í smettið af þess mannu og hann er ennþá bara það að Drago var hrættu við hann það var þetta góð lína, það var bara hvað sagði hann? Sagði hann ekki he's not human? He's made of iron. Já, einmitt. Og þetta er svona, þarna er Stallone að vera aðeins á góðu með sig, að því hann þarf að skrifa þessa línu. Já. En var þetta ekki fannst þetta vera ótrúlegt? Með einhvern veginn byggja upp Drago, hann er búin að drepa Creed, svo best af Rocky, og eins og segja, hann fær alveg 1.000.000 högg í andliti. Er þetta ekki orðið svona einum of? Jú.
Veist eins og segja, hvert einasta högg þarna eins og ef ég myndi taka í kjálkan á þeirra núna, ég teygja hnefan aftur á bak, snúa honum til að vænda hann upp og ég myndi kýla þess svo fast að ég dett áfram. Það ávirðið við 1 högg frá þeim og þeir henda svona 3000 eða mann úr. Veist, þetta tunglið að klessa á jörðina, það bara... En á þessum tíðanbúti, á þessum 4 myndum, hver finnst þér vera með svona bestu box-atriðin? Bara svona koreografið, bara eitthvað svo kaupir, spennandi, á þessum 4 myndum? Það er bara 2 og 3. Já, 2 og 3. Já. Mér fannst þér svona, þeir voru byrjað að finna sig aðeins svona í 2, en 3, við fáum alltaf 2 boxbarda, og þetta er bæði Rocky gegn honum hérna, Clubber Lang. Þeir voru fínir, sko. Já, líka fyrsti bardaginn milli þeirra er in real time, sem mér stókislega skemmtilegt. Já. Og já, þannig að mér finnst þeir svona skemmtilegast því ég er svona... 2 og 3. Já, því líka bara fyrsti bardaginn milli Rocky og Clubber Lang, þú veist, það er alveg ástæðan okkur, hann lendir í jörðinu, þú kaupir alveg, Jesus Christ, bara, það er verið að í jarðan. Já, algjörlega. Ok, númer 4, við erum búin að fara svona nokkuð yfir hana. Eru ekki bara konir 5? Mér sýnist það. Ok, Rocky 5. Þessi mynd var alltaf svona frekar umdild. Bara ég man eftir því ég var yngri. Svarti söðurinn. Já, bara Rocky 5 og þetta er mesta draslið og eitthvað. Hvernig finnst þér númer 5 vera? Mér finnst hún fín. Mér finnst hún bara fín líka. Já. Ég skil ekki alveg þetta hatur sem hún Mér finnst þetta að fara bara aftur back to the roots. Mér finnst þetta meiri mynd heldur en til dæmis 4. Já, þetta er bara hvað, Rocky tekur að sér að þjálfa þennan fucking fábjörna, Tommy Gunn. Og hann er orðin fátækur aftur, hann er komið með gamla húsið og hann er bara orðin fjölskyldumaður aftur, hann er bara retired og bara tekur að sér að þjálfa einhvern gæði sem turnar út að það er algjör fáti og Street Fightið er bara eitt highlight fucking seríurna, sko. Þannig að já, mér finnst Rocky 5 fín, en hún er með eitt gaping fucking flott ál, sko. Þetta er það skrítnasta sem ég séð einhverju bíómynd. Ok, í mynd nummer 5, 4, þegar Rocky er að gefa þarna speech Rússland og whatever, og hann talar hérna son sinna eitthvað. Í 4? Já, ok, hann náttúrulega, við sjáum son hans í mynd nummer 4, og þá var hann, þú veist, 5 ára eða eitthvað, og svo er hann bara úllingur þegar hann kemur heim með fluginu í mynd nummer 5. En það er líka því þá gæti hann að því strákun hans, alvöru strákun hans leikur. Þetta er rosalega skrítið. Hversu langt var þetta flug? Ég veist það mikið það. Ég horfði á það back to back. Já. Og ég pældi ekki í þessu. Þetta var að finnst að ég tók eftir. Ég bara, what the fuck? En var hann svona ungur í 4? Já, að því, sko, hvað heldur þessi í 50? Heldur þessi 11 ára? Ég held að Stallone eignist strákið sem þegar fyrsta Rocky myndin kemur, þannig að hann er actual aldurinn að þessi kemur 1990, það er hann svona 14, en náttúrulega Rocky 2 kemur út 79 og gerist á svona þessum tíma, en sonar hans er, þú veist, bara eitthvað milli 6 og 8 ára gamall í Rocky 4, maður því hann tekur á það mótorum eftir að hann berst þarna við Apollo Creed þarna, who gave you the black eye? A friend of mine, þú veist, og hann er bara með hann inn í höndunum og síðan í næstu myndir hann bara honum fokkin táningur og hann bara svo, hvað er að gefa þessu barn að borða maður? Mér finnst það ekki pínu fyndið það, því ég horfði á það back to back, bókstaflega, að ég hef ekki tekið þessu. Það er shit, það er skrítið. Ég er bara að tjekka því ekki um heim, þá ætti ég að tjekka aftur á hvernig leit krakkin út í 14. Þetta er ógeðslega skrítið. Það er eins og flugvélinn hafi farið í gegnum eitthvað time loop, sko. Eitthvað time loop. Já, líka því hann lendur bara og tekur á mótorum ekki, þú ert ekki fokkin svona minna, svona minna er það bara bann. Já, hann bara eitthvað svona, dad, leipur hann á, tekur á mótorum. Ok, hann missir peningin sinn, eitthvað dirty endurskoðandi eða eitthvað rændi peningin á honum, eins og segir, hann er fátakarættur, komin í hverf sitt, og þetta er svolítið svona, en er þetta ekki smá svona mynd, eitthvað svona, hei, munið hvað þetta var cool í fyrstu, það er skemmtilegt í fyrstu. Jú. Kíkjum aftur í búðuna sem Adrian vann í og eitthvað svona. Já, en mér finnst þér ekkert að því þarna, að því, veist eins og segir, þú horfur á Rocky 1 og 2 og svo horfur á Rocky 3 og 4. Þetta er bara, fuck me, þú veist, fer hann í gameinu næstu eða.
Ok, þú fílar að fara aftur svona í rætunar. Já, af því þú veist ef þú reynir að gera framhaldamynd nummer 4, þú ert annarkvort að fara að gera eitthvað miklu stærra eða eitthvað meira mellow. Já, algjörlega. Þú ert ekkert að fara eitthvað ofar í skrýpaleiknum með Rocky 4, sko. Nei, og þú getur ekkert fundið eitthvað svona, hei, finnum núna ennþá stærri gaur en Drago. Já, það var svona Dragon Ball Z dæmi. Já, það er aldrei gengið. Nei. Þannig að ég fara aftur í rætunar, það er mitt, berst hann ekki í ringnum. Nei. Í 5. Ég held að margir hafa ekki fílað það, sem ég stáli pínu skrítið samt. Já, ég fílaði það. Ég fílaði það líka. My rings outside. Já, hann er götu strákur. Yeah. Hann er við segir, you're on fire, he's a street punk. Og bara svona, he's a street fighter. Og bara svona, Hvernig fannst þið Tommy Gunn, karakterinn? I don't know, mér finnst það bara allt í lagi. Þetta er bara einhver fáið. Astni. Bara einhver astni. Mér finnst bara George Washington Duke svo fucking fyndin karakter. Hann er alltaf klálega byggður á Don King. Þetta er eins og þarna þegar gæinn í Simpsons þættinum hann. Það var alveg eins og Don King og þeir djóka með þessu það. En ég hefði lúmst gaman á hann. Já, touch me and I'll sue. Já, og svo hann gíla. Það er ekki ekki. Sue me for what? Á ekki raskat til. Nei. Já, Tommy Gunn. Hann líka, það er alveg bóksar, eða það var alveg bóksar. Hann er fallin frá, svo maður. Já, það eru margir fallnir frá úr mynd nummer 5. Já, er það? Já, er ekki Talia Shire, Tommy Gunn og sonur Stallones? Nei, Talia er lifandi. Talia Shire er ennþá lifandi? Ég held þú sé lifandi. Oh my god! Ertu hissa því eða? Það eru fréttir fyrir mér, ég held bara að vera dán. Nei, mér finnst þess að hún sé lifandi. Já, ok. Hún er örgulega, hún gæti þá bara verið lifandi. Ég sé að leiðir þetta texta fyrir YouTube-vídeóið. Hún allir er ekki Balboa, kannski er ég bara mun eftir því. Hún er ekki 6. Já, ég held nefnilega að hann hafi bara, að það hef bara pjúra verið að hans vildi skrifa hana út í 7, ekki það að hún hafi ekki haft áhuga að taka þátt eða að hún var ekki ennþá lifandi. Já, nummer 5. Ég skil ekki alveg hatrið. Nei. En svo kannski eru margir sem fá ógeða senast í myndinni af því að hann er nett pyrrandi. Og þegar hann fær svona eyrnalokk ég veit ekki hvort ég hata meira, eyrnalokki sem stráknar sem með eða magabóluna sem þeir eru í. Ég hata ekki magabóluna, mér finnst ekki eitthvað. En eyrnalokkin? Þú sko kliftu eyrað af. Það er bara... Ég meina þú veist, þetta er svo, þetta hangir, hann veit í öðru eyranu. Þetta er ekki cool. Þetta er það ekki. Ég held þetta ekki eins og eru cool árið 1990. Finnst þér samt ekki fyndið að, þú veist, ok, segjum að ef Rocky 5 er versta sem fólk telur og segjum að fyrsta sé besta. Finnst þér ekki interesting að þær eru með sama leikstjónan? Jú. Mér finnst það vilt. Það er það. En finnst þér ekki verið mikil gæðamunur á fyrstu og 5? Jú, en ég er nefnilega, sko, ég vil ekki tala eitt hennar dauðu, en John G. Avildsen er ekki það sérstakur leikstjóri, sko. Hvað hefur hann gert meira? Karate Kid-myndirnar. Karate Kid. Þær eru ekki góða. Og líka, horfðu bara á þetta, þú gerir Rocky og svo gerir Karate Kid sem er Rocky fyrir táninga. Já. Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, og hann vann besti rektor fyrir Rocky, en það er ekkert einhver brjáluð leikstjórn, sko, þetta er allt bara lifnar við í handritunum og performanceunum, sko. Já. Það er ekkert sem lætur mig hugsa bara, þú veist, vá, fattar við, það eru bara svona... Nei, það er eitthvað rétt. Ég er að hugsa um Karate Kid. Er langt sem þú sást hana? Eins og fyrstu? Já. Finnst þú góð? Mér finnst þú ræðileg. Hún er rosalega kjánuleg, hún er iconic en hún er svolítið kjánuleg. Ég er nefnilega horfði á hana aftur fyrir ekki svona 4 árum. Já. Þetta er ruslmynd. Finnst þið það? Það fyrir Karate Kid. Já. Þetta er ruslmynd. Já, ég menn hún er samt ekki verið framhaldsmyndunar. Nei. Þær eru horfbjóður. Já, nú man ég okkur ég horfði á þar allar. Ég keipti eitthvað svona pakka. Já, kannski 10 ár síðan. Og ég bara, Karate Kid, fekk eitthvað allar myndir, er þetta ekki 3 myndir eða eitthvað? 4 og... Hillir Swank er í 4. Já, og síðan er endurgerðin. Ég nefndi ekki með Jackie Chan. Er ekki Jackie Chan í henni? Jú. Er hún góð? Já, mér finnst hún góð. Og hún er allan betur en fyrsta. Já, að því Jackie Chan gefur bara frá sér actual fucking performance. Já. Hann er rosalega flottur í hennu, sko. Ok, ég fíla Jackie Chan. En ég nefndi ekki sjá, er þetta ekki
þetta ekki svona, er þetta ekki Jaden Jú, Jaden Smith, hann líka allt í lagi sem mynda, þú kaupir það sem hann að gera bara því hann krakki og hann látið flytja til útlanda, fattar þú, vil ekki vera ég kaupi motivation Jaden Smith miklu frekar, ég hata að búa og ég vil ekki vera því þau eru búin að flytja til Japan fucking Daniel-san úr fucking Karate Kid, þið fluttuði í næsta bæ þú veist, faraðu bara aftur heim hvað þetta? Já, Daniel-san ok, allavega, þetta er smá útútur Karate Kid Ásturinn var eitthvað svona, þetta er hræðileg mitt af því ég er oft með eins og þú sé á Instagram tökum smá stutt aðeins það en þú ert oft ekki sáttur Nei, ég læt þig heyra það ég er svona óbeint að drulla yfir ykkur í gegnum hann ok, fyrir þá sem við vita ekki þá er Bíóblára á Instagram hvet ykkur öll þess að fylgja Bíóblára þar að því ég var með svona keppnir bara hver er besta grímmyndin, það er með 2 myndir svo þetta bara velja, bara hvað er betri og þetta er oftar trikki þú hefur oftar en einu sem sendt mér skilabóð bara eitthvað, hei af hverju þessi mynd að vinna þessa og eitthvað, og ég er orðið þetta svona fínt núna, ég er ekki að fara alveg í það er verið að sensora mig ég er að sensora þú voru alltaf perraður og mér er svo fyndið, ég er svo gaman að þessu en mér finnst það svo Karate Kid já, hún var partur af 80s-keppninni og hún komst, og ég sett hana með meira sem djók og hún komst ég bara, er fólk að djóka horfið aftur á þessu mynd þetta er ömuleg mynd ég sé þetta fyrir mér þú setur hann svona setur með þessu og síðan horfir á hana og bara, hvað er ég búin að gera já, því ég var bara eitthvað, hæ? Þú varst örugglega að byrja að svitna, þú bara, er hún að fara að vinna? Nei, ég er þetta vissum aldrei vinna en ég var bara eitthvað, er það að djóka? En já, allavega smá útúrdór með Karate Kid Rocky 5 við erum báðið sammála hún er ekkert allslæm það er alveg sem skemmtilegt í henni hún er fín hún er nefnilega fín og eins og ég segi, hún bara Street Fightið er bara eitt af bara highlight seríuna bara sem held sko, þetta er svo skemmtileg og líka mér finnst það svo, veist, eins og við erum búin að vera að tala bara, við erum ekki hérna til að sjá Rocky í boxringnum en ef Rocky þarf að slást þá gerir hann á fucking gödunni, það meika bara sens og ég vildi það frekar heldur en að fá annan boxbarda í ring það er líka verið kjánandi að því Rocky retirar í hver einustu bíómynd en þá, já ég er svo spennt að ræða um Rocky Balboa ef við bara fara, við tókum bara stutt fyrir 5 viltu taka eitthvað meira með hana eða? Er eitthvað sem dettur í hug? Nei, veist ekki það mikið bara again, það er svo lítið hægt að segja um Rocky 4 og 5 út af einhverja stöðu þær eru báða bara svona sístar já það er svona að hafa kannski minnst að segja og við erum ekki með einhvern compelling villain í 5 og, veist, en mér fannst gaman samt að ná að lækka þess aðeins niður Já, aðeins meira back to basics Vissir þú að Rocky átti að deyja í Rocky 5? Nei að því mannstu það er sagt hann í byrjun að hann er með þetta drastlatna í hausnum á sér eftir Já, svo er ekki tala meira um það einhvern veginn Nei, þeir gleyma þið sko En það eru til photo stills á internetinu af svona gömlum svona Polaroid þar sem það var tekið upp aðteða sem Rocky deyr En er það þá átt hann að deyja í Street-fightnum eða var það bara öðru? Hann lumbrar á Tommy Gunn og það tók svo mikið á, hann fær bara heila blóðfall á staðnum og drefst í örmhónum á Adrian. Já, í 5? Já. Hefðirðu fílað það? Nei! Af hverju ekki? Bara Rocky á ekki að fara út svona. Nei. Það hefur verið, og líka bummer fucking endur á seríunni. Bara Rocky deyji. Og líka deyr gegn þú veist, þetta er maðurinn sem tókst á við Apollo Creed, Clubber Lang og Ivan Drago og svo deyr hann við að berjast við einhvern tvítugan Það hefur verið lélegt, ég er sammála því bara lord, og líka ég er svo ánægður að það er ekki einu sinni til sem deleted scene veist, þetta var bara, það er bara til stills af þessu Já, þú getur ekkert séð þetta atrið er ekki til Nei. Eina sem er til eru on-set photostills Okay. Mér finnst það fascinating þegar því þeir hafa fattað þetta er það versta sem okkur hefur dottið í hug Ég er sammála, það hefur sem ekki dánir endir sér en enda því bara hann er dáð og göttur Getur ég myndið að fólk að horfa á þessa myndir og fyrst og það geðið hjart og síðan ferði í gegnum þetta allt og síðan enda myndum að 5 án deyr í örmónum og grátandi Adrian og það er bara Það hefur verið hræðilegt Það hefur verið bummer þá væri það ekki fucking iconic Nei, ég er alveg sammálaður
Ok, Rocky 5 Já. kemur úr 1990 og hún endar svona, hann vinnur hann í Street Fight og allt í góðu. Svo kemur ekkit önnur Rocky mynd fyrir en 16 árum setna. Á hvað, 30 sammæli fyrstu. Já, einmitt, kemur 2006. Og Stallone var bara búinn að vera í einhverjum skrýpamyndum á þessum tíma, bara öllum þessum skrýtnu 90s myndum og... Hann gerir svolítið fullt af góðu steffi. Já, ég meina Copland æðislega. Já, þú fílar ekkit Cliffhanger og Demolition Man og svona. Demolition Man Fílar ekki Cliffhanger? Veistu, ég hef ekki séð henni langa tíma, ég þarf kannski að kíkja á hana. Ok, ég elska Cliffhanger. Ég held að þetta sé bara svona, ég veit það ekki, ég bara hef einhvern veginn verið svona pínur svona lítið fyrir svona þessar tegundir af myndum. Já, þú ert í raun ekkit mikill svona basic, svona action myndakur. Alls ekki. Það er mitt jam, sko. Allan daginn. Ok, gerir Rocky Balboa. Þegar þú heyrðir fyrst af henni, hvað ert þú aftur? Ég er 10 ára kallið minn. Já, þú ert svona ung. Já. Þú ert 96. Yes. Ok, þegar þú heyrðir hann í 10 ára. Yes. Ég man þegar ég heyrði hann, okay? Ég er náttúrulega eins eldri. Ég var svo spenntur. Hvað ertu gamall þegar 20? Í 23 ára. Já, ég var að fara að segja henni, þá er ekki ská. Já, ég var 23 ára. Og ég man þegar ég heyrði þessar mynd, ég var bara eitthvað, yes, af því ég hefði aldrei sér Rocky mynd í bíó. Af því þegar hann fyrst, nei, þessast 5. kemur 90, þá er ég 7 ára. Já. Ég er ekkert að fara að skella mér á hann í bíó. Nei. Þannig ég var svo spenntur að sjá mína fyrstu Rocky mynd í bíó. Og af því ég elska hana karakter, þetta er svipast þegar á Indiana Jones 4 kom, ég bara, já, mín æsku hetja, ég er að fá að sjá hann í bíó. Þannig ég var með spenntur fyrir Balboa. Já. En hún kemur sérst síðan út og þú er búin að sjá hann núna nokkur sinnum. Og þetta er væntanlega að þér finnst þetta besta Rocky myndin. Já. Ok, af hverju fílar þessu mynd sem vel? Af hverju er hún svona góð? Hvað er hún betra en fyrsta? Mér finnst þetta bara að vera besta Stallone myndin og Rocky myndin að því þú sérð það í gegnum Sylvester Stallone hver einasta Rocky mynd er svona eiginlega punkturinn hans á sínum ferli sem mér finnst rosalega áhugavert. Hvernig það mennur? Að því þú sérð, það þekki allir söguna hvernig hann var í fyrstu, þannig þú veist að hann var bláfátækar og var bara með þetta handrit og það vildi enginn gera þetta en síðan Major Underdogs að vinna best picture og allt. Mynd nummer 2 þá er hann svona ennþá, þú veist, hann er frægur og allt það en þú veist, það er svona ennþá verið að gefa smá shit í hann, sko. Sérstaklega því hann ákveður að gera þessar myndir og þú veist, og skrifa og leikstýra mynd nummer 2, þannig að hann þarf eiginlega svona eins og Rocky, hann þarf að sanna að hann er ekki one trick pony. Já. Þriðja myndin, þriðju og fjóru myndinar er bara hversu góður Stallone var orðin með sig og þú veist, þetta blæðir bara í gegnum myndinar, hann er bara í peak physical form, hann er bara langflottastu með stærstu vöðvana og gerir Rambo myndirnar og þú veist, Cliffhanger og ég veit ekki, man ekki hvernig hann kom út. 93. Já, allar þessar svona 80s action myndir sem hann gerir. The 90s hins vegar, þá er þetta svona, þá er hann svona aðeins farin að hæja hans á sig með actionmyndar, þegar kannski er svona aðeins að leika sér eins og með Demolition Man og allt svoleiðis og Copland sem er ógeðslega góð bíómynd. En að því mynd nummer 5 var svo náttúrulega svo ill-received og Stallone var bara búinn að vera á einhverju svona low point þarna þessin svona bíómyndavæðis, hann var bara ekki búinn að gera einhverja smash hit. Já, ertu þannig í kringum 2006? Já. Og það er bara þegar það er announced að Rocky 6 ákomið, þetta var, ég las þetta, fólk var bara, er þetta djóka, fattaru? Kannski ekki hérna á Íslanda, því við náttúrulega bara við elskum Rocky myndar. Þetta var svona, fólk var bara, þú veist, hvað er þessi maður að gera? Já. Þetta er cash grab, þetta er bara, hann er að reyna að vera superstjarn aftur og allt það. Þannig að Rocky 6 er myndin sem hefur mest að sanna. Og guð minn almáttugur hvað hún gerir það. Hún er ekki bara með sama fíl og fyrstu 2 myndar, hún er með performances on par, tónlistin og skilabóðin, en það er líka samband Rocky og sonarnar í myndinu, mér finnst þetta svo ógeðslega fallega sett saman. Og again, þetta er eiginlega sami endir, þetta er bara perfect svona lítil svona cliff note, fattar du? Og mér finnst hún bara ógeðslega fallega því jú, það eru svona lítil svona bank mannst eftir stæði, hann fer í skoða þessa búð og fer hérna og hittir Little Marie af öllum sem var bara, þú veist, í 1-3 fyrstu myndinu og hún allt í núran karakter og hann er með veitingastöðan, er að segja svona sögur af Apollo og er alltaf að rífast í Polly, en mér finnst svo áhugavert að hann ákveður að taka hennar slag
er að því hann bara svona pínu has-been en ekki fyrir neinum í bænum, það elskaði Rocky í bænum hans. Já. En þetta svona því það er Mason Dixon, það sagt að hann besti boksarinn bara í dag og það svona gert svona simulation, bara gæti hann að sigra Rocky Balboa in his prime og fólk votaði nei, þú veist, að það var bara simulatað með physical prowess og auðvitað hann geti aldrei tekið á Rocky í príma sinu, sko. Ekki var Ivan Drago, gæti það ekki. Nei, nákvæmlega. En þú veist, það bara svona, þú veist, og Rocky að fara í gegnum eitthvað þunglindi sem mér finnst svo áhugavert að því þetta búið hinga til þetta búið að vera mest happy-go-lucky guy í heimi. Hann hefur farið í gegnum erfiðleika en hann leta aldrei taka sig út. Nei. En það alveg atriða sem hann legit bara brotnaði niður, hún líður svo illa, bara hann þarf eitthvað. Hann er líka búin að missa Adrian. Já, hann bara það sem honum kærast og þá ákveður hann að sækja svona boxlega aftur bara svona fyrir eitthvað sparring match, bara svona upp á funnið og það bara að gera grín á hann, svona hans bara þetta niðurlægend og bara hvað er þetta pæla úr 60. En síðan bara, hvað ef við gerum svona smá exhibition match upp á funnið við þig og Mason og þú veist, þú þróar þetta bara og bla bla bla. En svo fer hann í ringin og hann sýnir ennþá bara, nei, ég mættu til leiks. Og aftur, honum samum niðurstana, hann búinn að sleppa allir í reiðin út, það bara veist, þunglindið og reiðin og hatrið sem hann var með inni sér, eins og hann kallaði það the beast in the basement. Og mér finnst þetta svo, I don't know, bara ég man þegar ég sá hana, hún hitti svo rosalega, hún bara hittaði different fyrir mér enn hinnar. Og þetta líka bara, performance að Stallone í þessu mynd breathtaking. Hann geði ykkur inni. Þú veist, það tala allir svona monologunar alltaf, en ég hef svo gaman svona subtleties í honum, eins og monologan iconic en eins og hinn litla monologan sem hann kemur með Paulie hvað hann líður illa og maður sér hann bara legit byrja að gráta fattur, og maður bara svona þá fattar maður, fuck me, hvað Stallone góðu leikari þegar hann hefur efnið. Þegar hann í stuði og já. En líka hann genuinely góðu leikari. Ég hef alltaf fílað. Já. En þess vegna finnst mér Rocky 6 best. Mér finnst hún bara að því alveg eins og eitt, þessi mynd hefur svo mikið að sanna og hún bara beinti mark. Þetta mjög góð punktur hér, eins og með bara svona, hvernig þetta spannar svona hans feril og hvar hann var stattur á þeim tíma. Og eins og með 6, það alveg rétt hér, hún hafði svo mikið að sanna og eins og með þetta, margir voru bara, hvað hann að gera aðra Rocky mitt, veist, það bara búið. Og ég maður þegar ég sá þessu mynd í bíó, ég var alveg bara, wow, ég hugsaði með býtu, þetta eitthvað skrítið, af því að þetta virkilega góð mynd. Hún virkilega góð. Og þarna fannst mér að vera að horfa líka á Rocky. Já, karakterinn mættur. Karakterinn mættur. Þú veist, eins og hann að gagnrýnendur sem ég talaði Spoonie og Brad, þeir segja að eitt að segja, hann horfir stundum bara á Rocky 1, 2 og svo Balboa. Ég ætlaði að þau spurja þess út í það, að ég fór að hugsa þetta, ég var búin að horfa allar þessar myndir. Hefði þetta virkað sem bara þríleikur? 1, 2 og svo Balboa? Já, það honestly virkar. Það er svolítið time jump, en... Já, en heldur að bara heildar pís bara, þetta Rocky Legacy, heldur að væri flottara að þetta væri bara svo þrjármyndir? Heldur að væri meiri virðing borin fyrir þessu þríleik, ef þetta er þrjármyndir? Ég honestly veit það ekki, að því mér finnst eins og það er svo mikið af, eins og Rocky 3, 4 og 5, þær hafa öll svona einhver moments sem þurfa að vera sérstaklega fyrir svona til að gefa okkur svona að þetta er Rocky momentið. Þannig að já, ég er ekki alveg viss, fattar þú? Já, þú vilt í rauninni, þessi ég beins að spyrja, 3, 4 og 5, voru þær að skemma fyrir þessu nafni, Rocky? Nei, mér finnst það, eins og, mér finnst gaman að horfa þar allar. Ég nefnilega ekki það, ég vil ekki bara kötta það beins út og hafa bara 3 ár, af því að mér finnst nöðsynlegt að sjá 3, 4 og 5, þá verður meira impact í 6. Ef þú erum búin að sjá alla þessa sögu, ekki bara fyrstu 2. Nei, en þess bara svona character-wise, það mann finnst mann ennþá að vera að horfa á karakterinu fyrstu 2 myndunum aftur í Balboa. Já, bara eldri. Já, og þú veist, og aftur, hann er svo, það sem Stallone fær ekki nóg mikið kredit fyrir varðandi Rocky Balboa er hann einhvern veginn náði að búa til bestu mannesku í heimi en áðans að gera það obnoxious. Að því Rocky er svo fucking góðhjartaður, en það er aldrei verið að segja okkur það. Það er aldrei bara, hvað Rocky er frábær og allt það. Það verið að sína okkur það. Já, og þú veistu líka, ég elska að í Rocky 6 þá er hann bara venjulegur gaur. Þú veist, hann fer bara fisk í markaðanum, setur á sér lesklir og er bara verslingu fisk og svo kannski kemur einn og veifar til hans bara, hey Jamp, og hann bara,
Ég elska þetta, Ég að því þetta hefði bara geta verið að hann bara einhver milli í einhverju mannsjónu og bara geð frægur en þó kannski orðin sports svona kommentator. En nei, hann er bara gamalt kall. Og líka, mér fannst einhvern veginn passa svo vel við hann, ég veit ekki alveg okkur. Það er bara hann ætti einhvern veitingstað sem héti Eitrings. Já, það er bara geggjað, sko. Mér finnst það geðveikt. Líka þarna Rocky 3 málverkið í bakgrunum. Já, mér finnst það ógeðslega töff. Og svona bara alls konar myndir á staðanum frá hans ferli og svona. Mér finnst það geðveikt. Ég er mjög hrifinn af Balboa. Eitt er uppáhaldsmyndi mín, en ég held meira þess að, ok, 1 og 2, mér finnst 2 líka geggjuð. En Balboa er náttúrulega klárlega á heima með þeim. Mér finnst það best. Þér finnst þú bara best? Mér finnst hún langbest. Ok, langbest. Nei, þér finnst hún það góð. Mér finnst hún ótrúleg. Það er bara orðið sem ég ætla að nota yfir hana. Bara, eins og kommentatorinn segir sjálfur, one of the most overused words is incredible. But I hate to say it, this is incredible. Og það er bara nákvæmlega hvað mér finnst myndina. Bardaginn í þeirri mynd, ég held þessi bara að það er fyrsta mynd sem gera það. Þetta tekið upp bara eins og alvörufætt. Hvernig fílar það svona approach? Já, mjög hrifin að þeim. Líka það að þeir eru í alveg að kýla á hvort annan. Já, einhver liti á það. Já, einhver liti. En þú veist, þannig að mér, eins og við tölum hann, þessi heimur er eitthvað svo raunverulegur að þegar þetta tekið upp svona eins og alvöru fight bara á HBO eða eitthvað. Mér finnst það ekki jarring, mér finnst það ekki skemma, því ég bara svona, eins og ég segi, mér finnst bara eins og ég sé að fylgjast með daglegu lífi Rockys og síðan er hann bara í hringnum og þá finnst mér eins og ég bara skipt stöð. Mér finnst það alveg cool. Mér finnst það cool að hann prófa að gera þetta svona. Og mér finnst það bara koma þokkalega vel út. Já, það er bara, líka bara það er svo mikið, það er hellingar svona góð filmmaking stöð fyrir þessu, þetta er bara masterclass. En líka þú veist, að gera aðra Rocky-mynd eftir 16 ár og það er rosalega að gera það að hún næra að vera svona góð. Það segir bara að Stallone er rosalega vanmetinn rætur og direktor. Sammála. Hann er það. Og það er líka bara sérstaklega með Rocky, þú veist, hann skilur hennan heim svo rosalega vel og líka því að hann er náttúrulega orðin eldri sjálfur. Þannig að hann augljóslega veit bara Rocky 6 má ekki vera ég er orðin 60 og ég ætla að fara að taka á hangu tutta, sko. Nei, það er líka því að hann var orðin svo gamall í Balboa. Það hefur bara asnalega. En hvernig fannst þér Mason Dixon? Fannst þetta áhugaður karakter? Nei, mér fannst hann ekki áhugaður karakter. En hann þarf í rauninni ekki að vera það því hann er ekki karakterinn svo Apollo Creed. Nei. Hann er ekki Clubber Lang. Þetta er svo mikil mynd Rocky að það þurfti bara svona, hann þarf kannski að slást við einhvern, en mér finnst interesting að það er Lexia sem Dixon læri og það er bara svona smá, hann læri að vera smá humble. Mér finnst það geggjað því hann er ekki með mesta development í heimi en hann læri samt Lexi í endan. Já, hann gerir það. Þú veist, hann hrósar Rocky bara, þú veist. En ég held líka að því að Carl Weathers er leikari, legit leikari, en Antonio Tarver er boxari. Já. Og það held ég sé er rísa munur. Bara búið að sjarma, kemistrið, mér finnst hann ekki træðilegur, en hann alltaf ekki kennst. Já, hann var passable. Já, hann var passable, en þú setur hann ekki til hérna Clubber Lang eða Drago eða Creed. Nei, líka það er því, hann er ekki villain. Ég meina, Apollo Creed var aldrei villain. Nei, hann var aldrei villain. En þetta er svona... En hann var miklu meiri sjarma. Já, bara það, þú toppar ekki Apollo Creed varandi sjarma í þessu myndum, sko. Nei. En mér fannst hann gaman að sjá After Duke. Já, hann er geggjaður í þessari mynd. Og þegar hann er að tala þegar hann er að treyna hann, bara svona, þú þarft hraða þessa vinnan, þú ert ekki með hraða. Og það er þetta, og þú komið þetta, og þú var bara svo gamall. Hann notar svo flotta línur eins og each punch is gonna have to feel like he's kissing the express train. Já, þetta var svo brute power. Já, brakkar í hálsunum. Let's start building some hurting bombs. Já, svo hann var að montas, kemur lægið, þú veist, ég bara gæsa á. Já, lægið er insane. Trompetarnir eru á einhverju öðru stíi. Ég er með pínu svona bias varandi trompetum, af því ég var á trompet í 7 ár. Já, ok, og er þetta eitthvað svona ekstrím í Balboa? Já, þú veist, bara, hann fer bara, þegar hann er að fara upp stíðan og kemur svona bara, eitt svona trompet, þú veist, bara þvílíkt upp og bara alltaf þegar ég heyri þess að nótu það, bara fæ ég bara svona, þetta eru. Það er bara svona stefið, það er byrjað að treyna og svona, maður er bara, shit. Já, líka, það er skemmtilega því þetta náttúrulega átti bara upprunlega að vera síðasta myndin. Balboa? Já, bara alveg síðasta, bara sagan Rocky er búinn. Síðasta skotið sem var tekið upp fyrir þessa mynd er
er í stígunum þegar Rocky klárar montageið, þegar hann er með hundin og svona á lang síðasta skotið, að því Sylvester Stallone hann sagði þetta þarf að vera síðasta skotið og það var mjög emotional dagur apparently, en hann vissi að hann sagði við býðum með þetta skot, að því þetta þarf að vera síðasta skotið. Ég bara segi, þó þetta ekki síðasta skotið í er það síðasta skotið? Ég höfði síðasta skotið í myndinni. Já. En þetta er ekki síðasta skotið í myndinni. Er það ekki að tala um þegar að nei, já, þegar hann er að æfa sig. Já. Þegar hann klárar montasjó. Já, og gerir svona. Já. Það var síðasta sem var tekið upp. Já, það síðasta tók upp, það er ekki síðasta skotið í myndinni. Já. Ok. Endirinn er líka svo fallur. Þú veist, þegar hann heimsækir gröfun hennar Adrian. Yo, Adrian, we did it. Maður bara svona try not to cry. Ég veit það. Þetta er svo mikið geggjum. Svo þannig að tala líka bara við son sinn og mér finnst það er geðveitt, það er monolog. Þannig að tala um Sunshine and Rainbows. Já, og hættu líka bara vorkina sjálf þér. Þú ert betur en það. Þannig að tala um í rauninni, að því að þetta er svo mikið skuggi sem hann varpar sem Rocky og þetta er sonur hans og eitthvað. Mér finnst það geðveikt atriði. Þetta er iconic, sko. Líka performanceið er bara hrátt. Já. Og mér finnst líka eins og þegar við vorum að tala um svona hvernig ferill Stallones endurspeglar Rocky myndunar, þegar hann er deniaður boxleifið. Mér finnst þetta að vera pitch meetingið fyrir Rocky Balboa. Já. Bara ég þarf að fá að gera þessa mynd. Bara ég hef sögu að segja. Já, og þeir bara, neða, þetta er aðstæðanlegt. Já. Kjánulegt, þú er gamall. Hún bara svona, eins og ég segi, hann er kannski ekki að gera þetta viljandi. Hann gæti verið að gera það, en þetta gæti líka verið eitthvað subconscious. En ég held sér Potter rétt sér, og ég held líka, eins og tala um framherstöðunas í Balboa, hann er rosalega henni, allt sem þú tala hann vissi þetta alveg. Já. Hann veit alveg, ég þarf að sanna, þetta verður að vera gott, þetta var svona uphill battle fyrir hann, bara ekki ná að gera góða mynd. Mér veist líka bara stíllinn á henni, þetta var svona aðeins meira hrátt, svona aðeins svona meira líkingu við, er þetta ekki líka rétt sem er, hafa meira svona handheldæmi, kamerudótið, svona lúkja á myndinni, miklu líkara í gömlu. Já, þetta er eins og ef fyrsta myndin hefði bara verið með hærri quality myndaður. Já. Þetta er bara svona þannig. Já, þetta er svolítið svipa pæling. Mér þykir svo vænt Rocky Balboa myndina, því ég bara, maður poppar henni stundum bara svona í tækið, en þegar það kemur að marathónunu, þá bara ég er alltaf langt spenntastur að sjá hana því eins og þú sagðir á hann, þegar maður fer í gegnum alla myndina, þegar Balboa, hún er bara emotional gut punch. Já. Maður er bara á mörkunum með að grenja við hverju meinasta ramma, sko. 100%. Og líka þú ert að sjá hennar gæja, þú ert búin að fylgjast með honum í öll þessi ár, gegnum allar þessar myndir, svo ert að sjá hann þetta, mér finnst það mjög góð punktur að þú tala um að þetta var alltaf svona happy go lucky gaur eitthvað, alltaf svo glaður. Hann lét aldrei berja sig niður andlega, fannst manni. Þó hann var að glíma oft við erfleika. En í Balboa, eins og þú nefndir á hann er svolítið þunglindur, hann er búin að missa bara eitthvað svona tilgang bara í lífinu, fannst manni. Eitrinn er farin, hann er eitthvað svo hann getur ekki lengur boksa. Þetta er geðveikt stöf. Já, bara, þú veist, kallgreið. Já. Þú veist, að mesta sem hann gerir er kannski að íta hans við boxbúðan sem hangir út á lóð og reynir að gera 2 uppbyggingar. Já. Þú veist, það er bara svona, sjá hann. Já. Hann er bara orðin bara einhver gauður aftur. Hann er bara orðin gamalt kall. Já, bara gamalt kall. Já, honu líður, potið ekki, eins og hann sé, Rocky Balboa, fyrir heavyweight mistari. Já, var það ég man ekki hvort það var deleted scene eða ekki, en var ekki í Balboa, að ég sko alltaf deleted scene líka, var atriði í myndinni þar sem hann reyndi að tjögga eggjaröðunar og gubbaði þeim svo. Nei, ég held að það hefði deleted scene. Það er deleted scene, að því náttúrulega í montasinu þá náttúrulega tjögga hann að það endalist, ég held að þetta átti að vera svona set up og payoff. Já. Að því, hann fór bara svona í gegnum morgunrútínu sinna og prófaði svona einu svona að gera eggjaröðunar eins og hann gera alltaf og hann, gubbar þeim. Ég held að hann ekki gubbaði myndinni, sérst í bíóutgáfunni. Já. Deleted scene. Já. En hefðurðu viljað enda þetta hana? Bara Rocky Balboa karakterinn, þetta er bara síðasta skipti sem við sjáum hann. Mér finnst þetta fullkomin endur. Mér finnst Creed-myndin að vera meira bara svona epilog, fattaru. En mér finnst sagan Rocky vera... Hún á bara að enda þarna. Hún á bara í raun að enda þarna, en ég menna það er magnað hvað ég ná að höndla þetta vel í Creed. Og ég menna, Stallone skrifaði Creed 2 síðan, þannig að hún er líka með mjög fallega endur. En ef að fara hans í Creed? Já, ég er til í það. Það hegi.
Þegar við tölum að gera hana þátt, Já. þá var ákveðurunni, við verðum að Creed með. Af því að Rocky í þessum báðum Creed-myndum. Já. En ég er sammálaður, mér finnst þetta fullkomin endir fyrir hann í 7. Persónulega hefði ég örugglega bara sagt nei, eða skilur, ég hefði örugglega bara, þetta bara Rocky-sagan, hún bara búin. Svo kemur Creed. 2015. Já. Þannig að hún er, 9 árum eftir Balboa. Já. Og ég man því að heyra þessu, að það er að gera Creed. Mér veist það eindalega svona cool hugmynd. Frekar heldur hún að, endi gerur Rocky og höfum núna svartan mann. Já. Mér er það kjánulegt, en mér veist þetta töff nálgun. Já. Og svo heyrir maður það, Rocky verður í þessari mynd. Ég var spenntur. Hvernig finnst þér Creed, fyrsta? Mér finnst hún rosalega góð. Ok, ég er sammála, mér heldur góð. Ég var mjög punkt fyrir henni, sko, því, again, ég elska þessar myndir. Og ég var mjög spenntur fyrir konceptinu. Og ég var líka nýbúinn að sjá Fruitvale Station. Ég var reyndar eftir að sjá hana. Það var þarna myndina Ryan Coogler. Er það ekki fyrsta myndina? Jú. Og þá heyrði ég að hann var að fara að gera Creed. Og mér fannst það svona, ég var ekkert að fara að hæpa það eitthvað upp. Ég séð eina mynd eftir, ég bara séð þessa einu mynd sem þessi gæði hefur gert. Já. En svona mér fannst það bara svona fyndin svona tilvörun. Það var nýbúinn að sjá hana. Það var bara svo eitthvað viku eftir að ég horfði á hann í fyrsta skipti. Og svo heyrði maður að Rocky er hana og maður fór strax svona að hugsa, þess að hann er ekki búinn. Hvað er það, vonandi gera þér eitthvað gott með hann. Ekki bara cameo, fattarðu? Og mér fannst svo áhugavert að hann kom 2015 að því hún fer nánast í það sem er kallað svona soft reboot klanið. Já. Þegar það er verið að gera framhaldsmynd af einhverju gömlu IP en það er verið að nota gömlu karakterina samt svona sem selling point. Já. Því hún kemur út sama ár og Star Wars 7. Já, það er rétt. Og þetta eru báðar 7. myndirnar í seríunni. Vá, ég var ekki með að hugsa þannig. Og líktu á quality munin á þessum myndum. Já, ég meina Force Awakens miklu betri, ég er að djóka. Ég er að djóki. Já, þannig þið veist Creed sérst betri. Já, að því hún er ekki að relya á það að þú hafir séð gömlu myndur og hérna er Han Solo, hérna er Luke, hérna er Falcon. Mér fannst líka eins og ef við tökum þess að áhörðu skýtur benda á að koma á sama tíma. Mér finnst ekki stærsti munur á þessum tveim myndum finnst mér að Coogler hafði eitthvað að segja. Það var eitthvað sem hann vildi koma frá sér. Já. Eitthvað saga sem hann vildi segja, ekki bara, hvernig getur við grætt á Rocky-náminu? Versus Force Awakens. Já, en það var líka sko að því Stallone sagði fyrst nei við hugmyndinni. En svo bara fór hann einhvern fund með Coogler og Coogler sá hann bara allt frá þessu og hvernig þetta er og þá byrjaði hann bara virkilega að hlusta því hann hafði ennþá áhuga á hugmyndinni, svona Creed hugmyndinni. Og síðan áttu þeir bara einhvern rosalega góðan funda bara, ok, skulum við gera þetta. Og mér finnst það skemmtilegt. En mér finnst líka svo áhugavert að Stallone skrifar ekki þessa mynd, ekki neitt. Nei. En þeir ná samt karakternum rétt. 100%. Ég þurfti ég var búin að gleyma að hann ekki skrifa hana. Þegar myndin kláraðist og kredlistu kom, þá er fólk svona, já, býtu hann skrifa ekki myndina. Þeir negla Rocky í þessu mynd. Er það kannski ekki að þeir eru með mannin sjálfan á settu og hann kannski fiffar eitthvað til? Jú, eða bara, þetta hafa bara þvílið solid handrit. Já, Coogler er bara quality filmmaker eins og er. Ég vildi óska hann væri ekki að gera Marvel-myndir í augnablikinu, ég vildi að væri að gera alvöru bíómyndir. Já, ég skilji. Hann skrifa hann heldur með einhverjum öðrum. Já, ég man ekki hvað hann heitir, hann hefur ekki skrifað mikið, en mér finnst þetta svo, þú veist, það er þetta sama svona cadence í Rocky. Línurnar hljóma eins og Rocky og þú veist, þú ert með andan af Rocky og maður er bara svona, holy shit, það er þetta kafa í þetta maður. Já, þér finnst þú að horfa sama karakter. Já, er það ekki líka bara því, þú veist, Rocky 2 er náttúrulega boruð inn í hausun á Coogler. Jú, ég menn, hann hlýtur líka að vera bara eitthvað hardcore fan, hann hlýtur að vera. Þú myndir ekkert þora að pitcha þessu ef þú ert ekki hardcore fan, sko. Nei. Þetta er eins og ef ég myndi allt í hún segja að mér langar að gera Friday the 13th mynd, sko. Þú veist, ég hef ekki séð það. Já, einmitt. Þú þarft að vera hardcore fan af því þú ert ekki að fara að hitta Stallone, pitcha einhverju hugmynd að hafa Rocky, sérstaklega ekki eftir Balboa myndina. Af því eins og þú segir, og ég sammála,
og Stallone var ekki sammála, þetta var eitthvað svona fullkominn end fyrir hann. Mhm. Þannig að fara aftur í þetta hlutverk, þú þarf að koma með eitthvað juicy. Og veistu hvað ég elskaði við Creed? Mm. Þeir komu fram við Rocky eins og hann væri venjulegur maður. Eins og veist, þá horfðu aftur, lítum til hliðar á Force Awakens. Hver einasti gamli karakter fær bara myndin stoppar til að kynna þá. Já, ég skil þig. En hvernig birtist Rocky í Creed? Hann lappar bara inn í atriðið, fattar du? Hann Creed Adonis er að skoða eitthvað og Rocky kemur bara allt í hann af salætinu með klút. Tókst þetta er fyrsta hintið af hann sem er leukemia. Hann er nýbúin að æla. Já, ég fatt það. Þegar hann er að þurrka á sig munnin. Já. En þetta er bara það, Rocky kemur að hann er á rumsko og hann er bara að þurrka sér kjaftin. Hann kemur upp úr kjallanum, eða ekki? Jú, hann kemur upp úr kjallanum með baðherbyggjunni. Já, ok, allavega, hann er eitthvað... En þetta er ekki, myndin er ekki að stoppa til að segja bara Rocky er mættur, Nei. Hann bara mætir hann og bara, hver er þú? Algjörlega. Mér finnst þetta er svo seamless, þetta er ekki, þú veist, nei, það er einhver að koma og þau fela sig og hurðin opnast og Harrison Ford byrtist og zoom og... Já, ég skil. Það er ekki verið að stoppa til að klappa fyrir gamla karakterunum, sko. Það er góð punktur. Þetta var eitthvað svo eðlilegt. Seamless. Já. Hann er bara allt í hann inn í atriðinu. Já, eins og segja, þetta er bara að sé bara venilegu gæi, þetta er ekkert eins og þetta sé Rocky Balboa. Já, þú veist, hann mætti ekkert allt í, þú veist, lesser filmmaker hefði kynnt hann vera í ræktinni, fattar þú? 100%. Þetta er áhör punktur. Það er líka bara geðið eins og þú segir, hvernig kynna hann? Þetta er líka myndinans Creed. Hvernig fílar Michael B. Jordan sem leikara? Mér finnst hann fín. Hvernig finnst hann í Creed? Mér finnst hann góður í Creed. Það var svona... Mér finnst Creed 1 er örgulega uppáhaldsperformance mitt með honum. Þannig að... Mér finnst hann ekki spes í Black Panther til dæmis. Mér skellur það. Já, hann var fín, en ég var ekkert... Það var ekkert að plotverði fyrir mér. Ég var bara svona... Ég hef aldrei fílað hann. Já. Þetta gæti bara verið... Kannski að því ég er orðinn svo þreyttur á Marvel og DC myndum og öllu þessu. Það er allir að spyrja hvort ég sé búin að sjá svona nýjustu overrated þetta eins og Invincible og The Boys og allt þetta. Og ég er hérna bara, ég nenni þessu ekki lengur maður. Þetta kom ógæð þessu. Já, ég er orðinn svo þreyttur á þessu. Bara overrated myndum yfir höfuð? Eða overrated sögum yfir höfuð? Ég held bara, I don't know. Þetta er bara, ég kom með svona smá svona fatigue, fattur. En ég munur örugglega samt sjá þar, fattur. Því ég hef gaman að fara þar í bíó og ég og vinur minni förum á þetta í bíó. En þetta er bara, þú veist, ertu búin að heyra af hérna WandaVision, Loki, Winter Soldier, Invincible, The Boys, þetta er svo... Ég til þetta allt. Já, en ég er hérna bara, stopp! Já, ég samt skil þig, þetta er orðið svolítið mikið. Ég tala ekki um að þau eru konum líka með fullt af sjónvarpsþáttum. Og fullt af myndum og sjónvarpsþáttum. Já, bara... En Michael B. Jordan, já, þetta er svona leikar sem að ég hef aldrei verið svakara hrifinn af. Mér finnst hann ekki spennandi? Hann leik náttúrulega í Fruitvale Station, eða ekki? Jú. Er hann góð þar? Já, hann er mjög góður í Fruitvale Station. Ok, ég þarf að sjá hana. Mjög hérna svona, ég skilja með þetta af hverju þeir treystu Coogler fyrir að gera myndin svo greit að því Fruitvale Station er svona frekar hrá. Já, það? Já, því Rocky myndinar þessar verulega góðu, 1, 2 Balboa og Creed núna. Það eru hráar? Það eru rosalega hráar. Það er bara svona, þetta er bara svona low key, það er ekkert flashy. Nei, en það er perfect, kvikmyndagerðarmaður fyrir Rocky. Yeah. Ok, Creed, ég var sáttur með hana, að því mannum fekk fína dóma, ég fór hann í bíó, bara drullu fín mynd. Og Stallone var tilnefndur til Óskarsverðlauna. Alveg, hefði átt að vinna. Hann var tilnefndur, alveg, í aukahlutverki. Já, hefði átt að vinna. Bara bullshit, að hann ekki. En manstu hver var? Mark Rylance fyrir Bridge of Spies. Þú veist, sorry, en sá einhver þá bíómynd? Ég sá það. Þú veist, ég er ekki að segja hann sé léleg. Mér fannst hann hundlega. Já, nákvæmlega. En Rylance er skemmtilegur leikari samt. Hann er góður leikari, en þetta er ekki... Mér fannst, já. Líktu á performancein lifi hlið. En já, fuck, ákveður það að minna mig á þá. Nei, líka, veistu hvað var svo skrítið? Leðileg mynd. Veistu hvað var svo skrítið? Ja. Stallone vann Golden Globe fyrir Best Supporting Actor, en síðan ekki Oscarinn. Þetta var í fyrsta sinn sem það gerist í mörg ár. Já, að leikar sem vinnur Golden Globe vinnur ekki Oscarinn. Já, í supporting hlutverki. Stundum er það að því lead actorinn eru náttúrulega splittaðir í comedy og drama eða eitthvað. Já. Supporting actor er bara, eitt bara. Þetta var í fyrsta sinn síðan held ég 2007 eða eitthvað síðan þetta gerist. Áhugavert. Já, en Stallone, hann er mjög góður. Myndur ranka þá framistu
hátt í Creed sem sagt af öllum eins og Rocky myndum. Já, mjög. Alveg bara, Já, þú myndi gera það. mér finnst hann geggjaður í þessari mynd. Já, Alveg, Hann er geggjaður. þetta ætti að vera Academy Award winning performance. já. Ég er sammála. Af því again, það er eitthvað svona, hann nær þessu svona perfect vulnerability. Hann er að vera svo berskjaldaður í þessari mynd og maður svona, I don't know, eins og þarna núans eða þarna í eldhúsinu sem ég sagði, veitingastanum, Já, sem þegar hann spyr hver vann. Og þú veist, þegar hann lendi þarna rifuröldinu eftir hann kemst að fuck me, það er þarna þegar hann kemst að henni með leukemia. En já, er það með í búnusklefanum? Já, Já. eða var þetta ekki leukemia? Þetta var ekki Nei, bitu. Var þetta non-Hodgkins? Það var Hodgkins Lymphoma. Já, sorry, ég er að rugglast. En ok, basically hann er krabbamein. Já. En atriðið þegar læknirinn segir Rocky það, þetta er heartbreaking performance. Hann er þetta bara svona býð eftir niðurstöðunum og hún segir þú ert með Hodgkins lymphoma og Rocky veit ekkert hvað það er. Þetta er svolítið stór orð. Og hann er bara svona, what's that? Og hún segir, it's a type of cancer. Og hann bara svona tekur hattinn svona af sér og hann er svona reyna að púsla þessu svona saman að því þetta er það sem tók konur hans frá honum. Það er alveg. Og hún er að segja að við getum byrjað treatment, hann bara I'm good. Og maður bara svona og þá hugsaði maður, er hann að fara að deyja? Þú veist, maður bara, ég held að myndi deyja í Creed, sko. Já, ég var bara, please ekki deyja. Þú veist, maður gerir þetta ekki oft, en ég var bara, Rocky, þú mátt ekki deyja. Þú ert of góður. Já, ég er nefnilega, eins og með Rocky, þetta er svona karakter sem ég myndi aldrei vilja sjá deyja í bíómynd. Nei. Ég vil að karakter lifa eilífu. Já. Og ég vil ekki sjá hann deyja. Nei. En ég held þeir myndu drepa hann í Creed. Ég líka, ég svitnaði þegar þetta atriði kom, sko. Ég var bara, hvað eru? Og svo þegar hann tala við Creed Adonis í klefanum. Já. Og Adonis segir við hann bara, þú veist, ok, þú veist að byrja treatmentið ekki. Nei. Hann bara, þá myndu deyja. Já. Ertu bara sáttu við það? Hann segir bara, I am. Já. Ég er bara sáttu með það. Því hann á ekkert eftir. Nei. Þetta er alveg geggjað. Og það var stærsta líin sem Rocky sagði við einhver tíman, þá þegar hann sagði við Creed þannig að þeir voru ekki family. Það er stærsta líin sem Rocky hefur sagt, að því hann sá eftir því. Strax. Hann bara, why'd you do that? Já. Maður bara svona. Já. Og það er líka alveg svona, það stakk. Og líka bara sem bara hann, að því hann sér strax eftir því, þegar hann segir bara, nei, við erum bara made-believe fjölskylda eða eitthvað sem við byggum bara til. Já. Böndin þeirra, þó þetta sé ekki blóðbönd, þau eru svo sterk. Veistu hvað mér varst geðveitt interesting í Creed og þetta var í pældingin sem nýði fyrir að þetta kom fram í myndinni. Það er að konan hans Creed er ekki búin að tala við Rocky síðan Apollo dó. Já. Ég var bara svona, það make a sense. Já, mér varst það geðveikt. Bara eftir það, þau hafa bara ekki talað saman. En það er líka, það sem fylgdi sem var alltaf, það var það sem ég var cool í fjórðu myndinni og það er að hann hendur ekki handklæðinu. Já. Og það er alltaf búið að sitja svo í honum. Eins og hann segir, hann myndi, Adonis segir það. Já, ég meina, hann vildi bara deyja eitthvað svona warrior's death. Já. I think you'd rather be here. Já. Talking with you. Og maður bara svona, það er svo geðveikt. Af hverju náður að negla þennan karakter svona vel? Hvað er þetta? Þetta er svo geggjað. Já, mér fannst Tessa Thompson fín í henni. Já, hún var mér fannst hún svolítið cool. Hún er svona tónlistakona. Mér fannst hún skemmtileg í þessum. Mér finnst hún nefnilega ekki venjulega skemmtileg, sko. Mér finnst hún ekki skemmtileg í Ragnarök. Nei, ég fyndi að skulle segja þetta, ég horfði á hann í gæra í fyrradag. Hún var bara í sjónvarpinu eða þau voru að hóla Disney Plus þannig að ég var að gista, já. Finnst það ekki skemmtilega það? Myndin? Hvað myndin? Já, Ragnarök er æðislega. Já, ok, ég ætla að það var drull yfir hana, en já, mér finnst þessi Valkyrie karakter og hún, ég veit ekki. Mér finnst hún skemmtilegri í Creed. Já, af því þá er þetta svona, hún er með svona, hún er ekki með þetta attitude. Nei. Hún er bara svona skemmtileg. Og líka, hún er alveg cool, hún er alveg töff í Creed, en hún er ekkert að reyna að vera það. Mér fannst bara að vera cool. Gerir eitthvað svona töff tónlist, syngur þetta sjálf, er ég nokkuð vissum. Já, bara Creed fyrsta, vel heppnuð, mjög vel heppnuð. Ef að fara hans í 2, ekki bara fara, já, förum bara að klára það. Já. Creed 2 kemur út 3 mánuðir seinna. Og ég skal fúslega viðurkenna það núna í þessu þætti. Ég var að sjá hann í fyrsta skipti í nótt.
Ok, interesting. Ég hafði ekki séð hana. Ekki að því ég vildi ekki sjá hana, hún bara einhvern veginn fór fram hjá mér og ég var bara eitthvað svona, það er að fá Drago aftur eitthvað, er þetta ekki eitthvað rung. Þannig ég horfði sérst á hann í fyrst skipti núna í nótt. Og hvað fannst þér? Veistu það, hún var betri enn ég hélt. Já, hún er góð. Sko. Og hún er nefnilega, þetta góð mynd. Síðustu 5 minúturnar, pure Rocky. Já, algjörlega. Förum út í það aftur. Já, en bara á heildin liti, ég var alveg svolítið hissa. Þetta er líka ekki kúgler og ég var bara, hvað gaur þetta sem leikstýra og fór eitthvað að kíkta eitthvað á hann í IMDb og ég held að þetta væri bara 100% kaskrab. Já. En svo bara skemmt ég með konunglegur þessari mynd. Svo líka Stallone skrifar hana. Já, meðal annars, ég held að þetta er saga eftir einhvern annan held ég. Eitthvað svona story by eitthvað. Já. Hann hefur greinlega fínpúsa handritið og gert þetta almennlegt. En mér fannst hún bara virka. Hvað fannst þér? Mér fannst hún góð, sko. Ég sá hann í bíó. Já. Ég sá hana með Mána. Mér fannst hún mjög góð en líka hún tekur ákveðið skemmtilegt spinn á hluti. Að því að lítur á hana, structure er hún alveg eins og Rocky 3. Já. En mér fannst það interesting... Hvert tvisvar fara að rýma að sjá það. En hvernig er höndluð bardaðan? Mér finnst interesting að hann var disqualified, þannig að hann færi ennþá að halda titlinum. Ég elskaði það. Mér fannst það svona nice touch. Ég dýrkaði það. Það var bara svona, you idiot, akkur kildar hann, þú varst búin að vinna hann. Já. En það er líka því að þá heldur hann titlinum. Já. En hann veit samt hann tapaði. Já. Bara alveg svo pabbi sinn. Já. I won, but I didn't beat him. Algjörlega. Mér fannst það geðað. Mér fannst líka geggja að þeir byrjuðu myndina á að þú farið að sjá Ívan og Viktor. Mér fannst það geðað. Já. Myndin byrja þar þegar þú farið að sjá hörkuna og uppeldið og svo finnst mér náttúrulega geðveikt að við erum frá að spoila þessari mynd. Við finnst svo geggjað í lokin þegar hann hendir hanglaðin. Já, það finna ég vildi óska að ég hefði ekki séð það coming. Af því ég fatt að það var að fara að gerast 30 sekúndum áður að það gerist. Fattar þú? En er það samt ekki bara hún bara skrifuð þannig og bara vel skrifuð að búa að setja þetta upp. Mér fannst það geggjað. Af því realizationið var af pure ánægju en ég vildi óska að atriðið sjálft hefði gert það fyrir mig. Já, ég skilði. Þetta er klift svolítið þannig að þú fær tíma til þess að fatta. Ertu að tala um það? Já, af því náttúrulega þegar maður er búin að vera jafn mikið í þessu maður sjálfur, sko, þá er náttúrulega svona sérma bara the language of editing og ég er bara svona oh my god, hann var að fara hendin hanglaðinu. Það er Já, algjörlega. Og mér fannst það geggjað og ég var næstu búin að segja við Mána en ég hélt kjafti. Ég var bara svona, hann er bara að gera það. En mér fannst bara svo í takt við, þetta er bara svona smá redemption arc fyrir Drago. Já, mér finnst þetta geggjað eins og þið sagði. Ég vildi bara óska að ég hef ekki fatta bara rétt áður að það gerist. Já, hefur kannski frekaðlega bara, þú bara horfa á fætina eitthvað, svo bara sér hanglaði koma inn og þá er það Drago. Eða eitthvað. Nei, bara ég vildi óska að, þú veist, atriði máli vera alveg eins. Ég vildi bara óska að ég hef ekki lagt það saman. Já, ég skil. Ég bara vilja fá svona genuine viðbröðum við að sjá Drago fara með hanglaðið alltaf, í staðan fyrir að horfa á myndin og bara, oh my god, hann er að fara að hendur hanglaðið, það ekki. Það var cool. En það gerði svo mikið fyrir hans karakter. Já, þetta var geggjað og ég líka, hann Löngren er æðislur í þessari mynd. Já. Fucking frábær. Og mér finnst það bara lúka vel kallinn. Já, hann er ekki slæmt fyrir 70, sko. Nei, ég er að segja það. Og líka what, no picture of me? Já, mér finnst geðveikt þegar ég hittast á veitingstæðinu. Já, the confrontation. Vissu að þeir tóku upp slagsmálatriði milli þeirra? Á staðin? Gerist það á veitingstæðinu? Ekki á veitingstæðinu, ég held að gerist, þú veist, á hótelinu eða eitthvað, fattar þú? Slást þeir? Þetta deleted scene er ekki til, þetta er alveg eins og Rocky 5 shitið, en þú getur séð, ef þú skoða B-rollið af myndinni á YouTube, þá getur þú séð að taka þetta upp. Þeir exchangea 2 höggum á hvern annan, þú veist, á hótelinu meðan, þú veist, að vera sundra strákarna eða eitthvað. Já, þetta er bara smá eitthvað svona, þetta er svona skirmish, þetta er ekkert eitthvað alveg fullblóm bardagi. Já, bara, þú veist, hvað Drago segir eitthvað og kýlir Rocky í andlitið og Rocky svona dettur aftan og fer á eitthvað borð og síðan hittir Drago hann ekki þegar hann svona snýr sig við og þá byrjar Rocky að gefa svona smá body shots. Hefðir þú vilja hafa það í myndinni? Ég veit ekki hvort það hefði virkað. Nei, mér finnst það kjánulegt. Þeir eru báður það svo gamlir maður. Líka, þetta er skemmtilegt B-roll en ég held að þeir föttuðu það bara þegar þeir voru að klippa myndinum og vá hvað þetta thematically virkar bara ekki. Þetta er stúpid. Já, ég meina eins og ég segi, þeir líka bara svo gamlir og
þeir eitthvað að fara eitthvað að slást. Já, en samt, jafnvel ef þetta hefði verið í myndinu, þá hefði þetta bara verið þeir að skipta 2 höggum á mann og svo þeim sundrað. Já, ég skilji. Það sniðugt approach, það var ekki eins og bara, eru strákar stíði þau á hringnum. Já, Pabbi gamli mættur. Það hefur verið ræðilegt. Eins og pitcha hann hérna mána fyrir Creed 3, það er að Clubber Lang kemur og drepur Adonis Creed og Rocky þar að hefna hans. Það var ræðilegt. Ræðileg hugmynd. Nei, hann kemur alltaf með eitthvað svona, það er svona dýrka ég að. Sjátt á þetta mána. Já, sjátt á þetta mána. Ok, loka bardaginn. Ég var aðeins að tala við hann. Það buggaði mitt, þú veist, ég bara að pikki. Ég var bara drull ánað með þessar mitt. Mér fannst pínu leiðilegt hvað það mikill green screen bardagi. Já. Ég veit ekki hvort þú horfður aftur á hann eða mannst eftir því. Ég man hann eftir þessu, ég sá hann í bíó og huge ass fucking skjá. Þetta var eitthvað svo gerfilegt. Já, það var mjög fake. Þetta var svo fake, eitthvað þeir greinlega bara í ykkur hring, bara í ykkur stúdjói, green screen í kring og alla. Af því að Rocky-myndunar eru svona aðeins meira ekta. Já, það eru meira svona gorilla, sko. Já, einmitt, svona gorilla-stæl. Þannig ég var alveg svona, þetta tók mig aðeins úr myndinni, aðeins. En mér finnst bardaginn sem slíkur góður, mér finnst bestu boxatriðin verið Creed og Creed 2 af öllum þessum myndum. Já, er það ekki bara því bara hvernig þetta hefur þróast og það er bara hægt að gera miklu meira. Pottið, til þeir líka notu bara svo marga alvöru boxara í báðum myndunum. Ég held að þessi gæi sem leikur Viktor, ég held að þetta sé boxari, sko. Þetta er eitthvað bardagi allavega. Já, líka gæin í fyrstu Creed. Já. Þessi báður, meira þess að gauri sem að rótar hann, ég held að þetta sé Andrei Ward heitir hann, sem að rótar hann í gymminu. Já. Sem bara ég skal berast því, hann er Danny Wheeler. Já. Talar um bóksan, þannig að hann alltaf lúka aðeins einn betur. Og mér veist bara Jordan líka, hann er fínn í bóksandurum. Já, þetta er líka, eitt sem ég verð samt að gefa með respekt á er fyrir Rocky-myndunar, er aftur Carl Weathers. Maðurinn, sko, ok, Rocky, Stallone var alltaf í klikkuðu formi. En Carl Weathers, hann náði að koma sér í bara alvöru boxform. Hann var rosalegt. Nú veist bara að þú sér það, hann er með trappun og hann er með allt bara á svona réttum stað og hann er með footworki og my lord. Ég meina, svo getur velur er hann með einhvern bakgrunn í einhverju sem tengist einhverju bardaíþróttum eitthvað. Af því hann hreyði því svo, mér varst það töff. Já. Virkilega cool. En Creed 2 fannst mér, ég var náttúrulega mjög hræddur þegar ég heyrði að Creed 2 kem út. Já. Af því þú veist, ég veist að Stallone var að fara að skrifa hann eða eitthvað, en þegar ég heyrði að þetta var sonur Ivan Drago og Drago er þarna, ég var bara svona þetta er að fara í þess átt eða ekki. Þú veist svona Force Awakens, Star Wars, bara svona manstu eftir þessu, manstu hvað við erum frábær. Já. Og ég var bara ógeðslega hræddur og ég reluctantly bara fór á hann í bíó og ég var bara svona, ég var pínu hræddur, sko, ég var náttúrulega búin að bara snúa við og hlaupa burt, sko. Ég var bara, fuck me, fattar du? En síðan fór ég á myndunum og ég bara, hún var ekki góð. Þetta er svoleiðis mynd. Já. Og ég var sokkin í. Já, hún er ekki alveg, hún er ekki jafn góð á fyrsta Creed, en það er svipað. Nei, fyrsta er betri. Það er náttúrulega svona, það er meira svona skilja, það er svo mikið quality filmmaking í fyrstu Creed og þú veist, eins og við tókum bara báðið þrjú, hún er svo low-key. Hún er bara svona everyday fólk og þægileg bara. Já, en ég er ekki líka bara kúklar, ég þekki þetta gæðin sem gerði Creed 2 ekkert svakalega, ég er ekki bara kúklar betri leikstur. Jú, ég meina, hann er allavega, ég fylgist allavega með þegar hann ætlar að gera eitthvað annað en Black Panther myndir, þannig En mér fannst eins og með leikarinn og svona, ég er ekki frá því að mér þóttir betri í fyrstu Creed versus nummer 2. Já, mér finnst, en Stallone er alltaf ekki sko. Já, en ég er að tala um Jordan og Tessa Thompson, sérstaklega. Já, það gæti líka bara, again, verið kannski frá, kannski er Coogler bara svona góður karakter, direktor eða svona actor. Já, ég geti trúið því. Já, af því ég held að Stallone þekkir Rocky karakterin sinn og vel að hann getur leikið henni í svefni. Já, alveg 100%. Og hann er solid í þessari mynd. Já, en sko endirinn, mér langar að fara hágræni sko, í salum. Endirinn, ég var hósmynd í nótt. Ertu að tala um bara... Það hann bankar upp hjá sinni sínum. Já, einmitt, og barnabarnið hans kemur. Já. Mér finnst ekki að gegja, því ég var að hugsa með mér, fáður Míló aftur til að leika
ég vildi fá hann aftur, að hann lék svona sér Ég líka. og að því að maður ekkert búin að sjá hann alltaf í Creed 2 fyrir bara alveg í lokin, svo kemur hann að það og ég sérstaklega, ég er alltaf nýbúin eignar strák, ég er nýbúin eignar son að ég er ekki frá því að ég táraðist ekki, en ég var eitthvað svona mér finnst þetta átakanlegra svona atriði eftir eignar spatt sjálfur og bara eitthvað, þetta er aðeinn og hann stendur að því, gæsóð bara, you look just like his mother bara, hann bara, yeah, I know og maður svona, my heart hjarta á mér þetta er svo geggja, ég var bara búin að finna, ég hóla hann í nótt, en svona aðeins bara að renna saman, ég tók Creed-myndar back to back, en ég fór að hugsa að enda þetta ekki á því að þeir eru saman steganum, það var fyrsta Creed 2 endar á Rocky fer og heimsækir son sinn og Donnie Creed fer með dóttur sína á gröfuna hjá Apollo Creed að heilsa upp afa sinn. Já, það var líka geggja. Það var geggja. Já, við fórum að sjá Lexton hjá Apollo Creed og já, þetta er solid mynd maður. Þetta er solid mynd. Ég er að slána með hana. Já, ég sendi líka bara Helga strax eftir að ég sá hana því hann var pínu smeykur við hann líka, við elskum Rocky myndar. Ég sá hann ekki, ég var það smeykur. Já, og ég sagði bara alveg, Creed 2, rock solid, síðustu 5 mínúturnar eru perfect. Já, hann heitir son sinn. Já, það er bara, þetta er svo berskjald aðtrið og maður er bara, og líka krakkið sem ég fengu, hann er alveg eins og Adrian. Hvernig fundur þetta, hvar fundur þetta mann? Já, góð punktur, þegar það segir myndir, þá var ég líka alveg bara svona, er hann ekki smá líkur? Jú, hvar funduðu bann sem lítur út þess að Talia Shire? Gekkja, ok, svo í lokin, það var reyngilega skemmtilegt að rifja upp þessar myndir með þér. Þeir ætla að gera Creed 3. Já. Og Jordan er að fara að leikstýra henni sjálfur. Já. Hvernig líst þér, ég sé að þú ert að næða neglum þannig að tengist það Creed 3 eða er það tilvíljum? Bæði og. Hvernig líst þér það, Creed 3? Ég þarf bara að vita hver er að skrifa hana fyrst. En hvernig líst þér á að Jordan sé að leikstýrni? Hefur hann leikstýrt einhver öður? Ég held ekki. Nei, veistu hvað, ég fór fyrst að hugsa um. Hvað? Þér heyrði þetta. Og að því ég er nokkuð sem hann ekki leikstýrt öður. En það er alveg undirtekningar, ég meina Gone Baby Gone og flott hjá Affleck. Kannski Jordan einhvern svaka leikstýri. En svo er ég bara svona, oh my god, er þetta kannski frekar eins og þegar Simon Kinberg fekk að leikstýra Dark Phoenix. Dark Phoenix. Þú voruð að gefa mér flashbacks. En ég veit að Simon er ekki leikari, þetta var fyrsta myndin hans. Já. Ég er bara, oh my god, ekki verið Creed 3 okkar rausl. Ég er samt líka búin að heyra að Rocky á ekki að vera í henni, sem ég er mjög sáttur með. Já, Stallone er ekki henni. Já, því Stallone er officially búin að segja að Creed 2 er það sem sagan hans Rocky endar. Bara. Já, ég meina hún endar, hvað ætlar að gera meira með hann? Já, hann meira þess að deildi á Instagram, hann var svona að kveðja Rocky karakterinn, fattur þú? Já, ok, þannig að þetta er bara officially og hann lítur á Creed 2 sem lokin á Rocky. Já. Svona að lokum, ég var náttúrulega búin að lofa, ég haf með leik fyrir þig. Já, hvað er maður? Hvað leik er þetta tala um? Ok, ég ætla að segja þetta eftir ég er búin að sækja Símon. Óli er að sækja Símon sinn, þar er einhver leikur, er það leikur fyrir mig sérstaklega? Ójá. Ok, þetta er leikur sem félagi minn benti mér bjó einu sinni til fyrir mig til að svara hvað eru nóturnar mínar. Er þetta eitthvað svona spurningaleikur? Já. Fuck. Það er mjög stuttur. Leikurinn heitir, er þetta Sylvester Stallone karakter eða klánpersóna? Ok, þetta er með eitthvað nöfn á karakter sem hann hefur leikið. Ok. Og þú ætlar að segja mér, er þetta Stallone karakter eða klánpersóna? Ok, skellt að enda þáttan þessu, ok. Hvað er maður? Byrjum á nöðu. Stödd. Auðveldu? Ég má ekki setja einhver mynd það. Þetta eru alvöru sérst karaktera sem eru annarkort. Ok, ég ætla að segja þetta sé ekki Stallone karakter. Þetta er Stallone karakter. Úr hvað mynd? Ég man það ekki. Ok, næsta. Maður skróla bara niður og finna það sem ég finna. Ok. Jerry Savage. Þetta er eitthvað, er John Rambo, ég get sagt eitthvað það. Jerry Savage. Jerry Savage. Þetta er klámleikari. Nei, hann er klámnafn. Þetta er svo Stallone karakter. Og þú veist ekki hvað mynd það?
Nei. Ok, næsta. Ég fann bara það sem ég á að svindast. Ok. Cosmo Carboni. Stallone Carter. Já, úr myndinu Paradise Lights. Þetta er allt svo gamalt eitthvað, er þetta ekki eldgamalt? Jú. Ok. Hérna þetta ætti að vera öðvöld til þig. Henry Razor Sharp. Nú lítið þú svo fáið til mín megin þætti. Henry Razor Sharp. Stallone Carter. Já, úr umurlegu myndinni Grudge Match með honum og Robert De Niro. Já, alveg, ég sá hana. Hún var ekki góð. Nei. Ok. Það eru hérna, það er Ray Quick. Ég finnst þetta að fyndi. Ray Quick. Þetta er Stallone Carter. Já. Er þetta Daylight eða eitthvað? Ég held það. Er það? Og síðan er það Robert Rath. Já, Robert Rath. Þetta er úr, ekki sem, þetta er Stallone Carter. Og Robert Rath. Hvað finnst það staði? Ég man ekki hvað myndið það var. Vá, Robert Rath. Já. Nú er ykkur að öskra á. Já. Ég man ekki hvað myndið þetta er. Ok, allavega, ég man þetta karakter sem Stallone. Já, hvað heitir, var þetta Demolition Man, Robert Rath? Nei, hann er John Spartan. Sem hljóma líka eins og klána. Ég elskar að vera John Spartan. John Spartan. Ok, en hérna er upp á það mitt. Frank the Repairman. Þetta er fyrsta myndi. Þetta er Stallone Carter. Þetta er allt Stallone karakterar. Já, en er það ekki svinn? Jú, það er sem gerir þetta bara fokkin myndi. Þetta, þú plataði mig. Hann heitir svo fucking astanlega nöfnum. Ég fór í hláturskastri og var að skrolla niður í IMDb síðan hans. En ég maður hvað hann heitir í Cliffhanger. Hann heitir Gabe Walker. Hvað heit hann í... Nei, hvaðan er Robert Rath? Það er ekki hann að fangelsismyndi sem hann var í. Nei. Robert Rath, veistu það? Við verðum að googla það. Svo fyrir að stóta þessu. Robert Rath. Já, með R en ekki 2 áttafi. Já, einmitt. Fyrst er að googla það, ok, fólk er búið slökk og þetta. Já, nákvæmlega. Þetta er Assassins. Robert Rath, ég kann aðeins þannig. En já, twistið er að þetta er allt Stallone karakter. Þetta er allt Stallone karakter og þú plataði með Óli. Þetta var ógeðslega skemmtilegt að fá þig aftur í heimsókn. Já, sömuleiðis. Og hlæja mikið, rifið upp. Svo kemur ljós hvað við gerum næst. Við erum eina hugmynd. Við skulum kannski ekki opinberna strax, að því kannski kemur eitthvað á milli. Kannski breytum við til. Já. En bara takk hjá að koma. Já, takk fyrir að fá mig enn hérna að ferða það.